Já, verið velkomnir góður ánendur hér í KA TV frá stórleik KA og HK í Missunadeild karla í blaki. Þetta eru hreinlega tvö bestu lið landsins. Þetta sé nokkur spurning á því. Liðin í fyrsta og öðru sæti í deildinni. Skulum kannski kíkja bara örstutt á stöðuna í deildinni hérna fyrir hennan stórleik. Hún kemur hér. Sjáum KA á toppnum með 21 stig, HK með 11, kannski ekki alveg að marka því HK á 2 leiki til góða. Gætir hún verið komið 17 stig. Þeir hafa tapað 2 leikjum í vetur gestirnir. Annar á móti KA einmitt í Digranesinu, nei ekki Digranesinu, í Kópavogi. En eina tap KA í vetur kom einmitt gegn HK í 8 hreinu sem HK vann 3-2. Og það má búast við svakalegum leik hér í dag. 2 frábær lið og þetta eru liðin sem að börðust titlana í fyrra. KA hafði betur á öllum vígstöðum þá. Það er spurning hvað gerist þennan veturinn. Það er allavega nokkuð ljóst að þessi leikur mun segja ansi mikið áframhaldinni svona baráttu í vetur. Ef að KA vinnur hér í dag og hvað þannig á morgun því að liðið mætast aftur morgun klukkan 1. Þá er KA-liðið komið í ansi góða stöðu í að klára þessa Missunadeild. En HK getur hins vegar líka að breyta þessu. En skulum renna aðeins yfir liðin. Skulum byrja á gestunum. Hér kemur það. 2 Ísmar, 3 er Lúðvík Már, 4 er Hermann Hlynsson, 7 er Theodor Óskar, 9 Andreas Hilmir, 11 er Elvar Örn, 12 Benedikt Baldur, 13 Markus Ingi, 14 Kári Hlynsson, 15 Kristofur Björn Ólafsson, 17 er Valens Þór, 19 Bjarki Benediktsson, 6 er Egill Þorri Arnarsson, 8 er Rein Morína, 10 Nökkvi Freyr, 20 Arnar Birkir, þjálfari Massimo Pistoia. Sjáum hér lið KA. Eitt er Birkir Freyr Elvarsson. Hann er libero. Svona er þetta. Næstur er Alistair Arnar Þórisson. Arnar Már Sigurðsson. Stefano Nassini Hidalgo. Mason Kastner. Filip Pavel Sjevsik. Miguel Mateo Castrillo. Þorvaldur Martin Jónsson. Sigþór Helgason. Ingvar Guðbergsson. Vigfús Jónbergsson. Björn Heiðar Björnsson. Sævar Karl Randversson. Þá erum við búin að kynna liðin. Og þá fáum við speking í hús. Ég veit það nú ekki. En við ætlum að reyna að gera okkur besta. Já. Til að segja frá þessu leik og lýsa honum. Það má búast við bara veislu, blakveislu. Þetta eru 2 bestu liðin í vetur. Ég held að það sé bara nákvæmlega þannig og vonandi bara að fáum spennandi og skemmtilega leik. Nákvæmlega. En það er eins og venjulega það ekki við þarna gætum orðið pínu hlutræðir en það er alltaf lægi á KA TV, eða ekki? Jú. En ég held að það verður nú svona auðvelt fyrir alla að hlusta á okkur. Já, við ætlum ekki að reyna að vera með eitt skítkast, heldur bara að hafa gaman að og vonandi þetta verður bara eins og skemmtilegu leikur og spennandi frá upphafi til enda. Nákvæmlega. Það eru gestirnir sem að muni hefja leikinn. Já, Benedikt, hann verður í uppgjöf. Og Marino flautar þetta á. Og Filip spilar upp. Skemmtilega lauma. Skemmtilega lauma. Matteo, fyrsta stíðið hans í dag og örugglega ekki það síðasta. Það getur verið alveg, það sé alveg ljóst. Já. Stefano í uppgjöf fyrir KA. Eins og þetta er 3. leikur liðana í vetur. Búin að vinna sikkvart leikinn. Já. HK vann fyrir leikinn í 8 hreinu. KA svaraði svo daginn eftir með 3-1 sigri. Það verður örugglega hörkuleikur. Þessi er úti. Já. Byrja þannig, þetta gæti alveg orðið einhver vatn í dag líka, eins og venjulega bara í blækinu. Nákvæmlega.
En við erum með bæði góða og reynda dómara og góða línuverði líka. Já, einhver mistök hérna. Já, Stefano í uppgjöfinni, smá vandræðum. Menn svona rétt að hitna. Og Ísmar fer í uppgjöf fyrir HK. Já. Pínu sérkennlegt aðhlaup að uppgjöfinni. En hann með Stefano tókum við honum. Filip spilar upp á Sigþór, pínu nálægt netinu. En Já, klárar þetta vel. Sigþór gerir vel, ítir svona í gólfið. Það er ekkert að lemja þennan, heldur bara ít honum niður. Hátt uppi. Lexi fyrir uppgjöf fyrir KH. Ekki honum, en það getur smót ekki á HK segir smart og Filip, smá miskilningur. Já, vantaði eitthvað talanda þarna. Já, algjörlega. Kalli hann segir Filip verið með hann, nei, Stefano verið með hann. Lúðvík fyrir uppgjöf fyrir HK. Staðan 3-2 fyrir HK. Arnar tekur vel á móti, Filip spilar upp. Matteo sem já, það er farið í blokkina og svo aftur í Matteo held ég. Já, sýndist mér. Mjög góð blokk á gestunum. Já. Við spilum svona freka nálægt netinu, þannig að það er lítið erfitt að vinna boltanum, en þetta er bara rétt að byrja. Já. Það gaf fram uppgjöf, Stefano með fína móttöku, spilar á Sigþór. HK með pína blokk. Filip spilar aftur. Já. Þarna, Matteo. Geggju sóknanda. Já, sammála því. Þekkir líka Matteo betur hérna, fekk þetta betra færi. Algjörlega. Þurfum að þessi niður. Það er ekki að svektu með boltan á hann líka og svaraði því bara eins og honum einu með lagið. Matteo aftur. Já. Fyrsta uppgjöfin sem klikkar. Það gæti mögulega aftur að verða einhverja fleiri. Kemur ekki óvart. Teddy uppgjöf fyrir HK. Sigþór tekur vel á móti. Það er hann aftur. Já, klárar þetta. Svipað á hann, það er ekkert endilega verið að negla. Hann er það hátt uppi að hann getur bara ítt honum onni í hávörnina eða onni í gólfið ef því er að skipta. Já. Það er mjög gjöð, ok. Hákon tekur vel á móti. Já. Fínum vörnum Sigþóri. Stefano. Já. Vel gert, já, Stefano. Kristófer var í smá vandræðum hann í sókninni. KH náði að verjast í vel á honum. Já, það er ekki að sjá að liðin séu eitthvað ryðgu eftir langt jólafrí. Nei, það fer bara mjög vel að stað. Sammála því. Þarna, líklegast net þarna. Þetta er rétt. Já. Sá það héðan og Jón Ólafur með þetta allt á hreinu. Já, hvað 3 stig í röð hjá KH núna og þeir komnir yfir. 3 stig í röð, já. Sigþór í uppgjöf. Finnur ekki honum, en góð móttaka. Uppspilið hjá Lúðvík, aðeins svo nálægt netinu, þannig að ávörðin átt þetta. Erfitt við þetta eiga þegar uppspilið er svona nálægt netinu, þá hefur raun og veru sóknarmaðurinn rosalega lítið svigrúm til að gera eitthvað með boltan, slá hann eitthvað. En þetta var betri HK og Andrés Halldórsson nýtti sér það vel. Það var uppspilið vel frá netinu og vel gert. Já. Vel gert í HK. Stand 7-6. Þeir hefðu ekki væntanlega viljað láta KH fara meira fram á sér. Það var búin að skora hann hvað 4 stig í röð held ég. Jú, passar. Kristófer í uppgjöf. Sigþór tekur vel á móti þessu. Og geggja smass hjá Stefano. Já, sá virðist verið í gildum í dag. Já, byrja mjög vel. Og Mason fer í uppgjöf. Stöðunni 8-6. Já,
Já, móttakan ekki alveg eins og bestur á kosið og sóknin eftir því. Já. Ok, Stefán aðeins að þarfast fyrir Filip hana. Já, Filip ekki alveg ánægður með það, séð það á honum. Þetta er Stefán aðeins heyra það. Uppspilarinn vill alltaf komast í annan bolta, en svona er þetta. Hvað Andrés í uppgjöf. Já. Stefán á með, já, smá vandræði í móttökunni hérna, en Filip sterkari. Þetta var bara hálfgeir bara átt að hvor var sterkari hana. Já, og það er ekkert margir sem vinna Filip í þessu, af því að menn lendur nú alveg oft annars lagið í þessu í blækjunni svona í tínganu upp við netið. Já. Það er ekki margir sem vinna Filip í því. Já, og ekki oft sem að sé Filip svo klikka á uppgjöf. Nei, sammála því. Sammála því. Og kannski eftir barðun á þann. Það er spurning. En Benedikt er í uppgjöf fyrir HK. Arnar í smá vandræði móttökunni. Já. Þeir ná að redda þessu. Úff. Og í netu yfir. Skrítið blakt hana. Þessi er úti. Þetta var skrítið blakt alveg bara frá upphafið þessa stigs. Já, sammála því. En það kemur svona inn á milli. HK aftur í uppgjöf. Þessi er bara unni. Já. Alveg í hotinu. Hann bara lendi á línunni. HK komið yfir. 10-9. Aftur í uppgjöf. Filip spilaði sem á Lexa. Og virkilega vel gert hjá Ísmar hana. Beið lengi en náði að hanga í loftinu. Lexa ætlaði að setja hann stutt yfir hann. Sigþór ekki alveg vakandi hann í lágvörninni fyrir aftan. Já. En Matteo og Arnar kemur sér yfir. Það vilja minna að það verið 4 en ekki. Þeir eru búin að skora 5 stig í röðinu. 5 stig í röðu gestirnir. Það þarf eitthvað að spýta í lófana núna. 12-9. Svo við getum það hjálpi í blækinu að vera með bauta lófa. Já. Það er sjálfst reyndar ekki en Benedikt ekki áfram. Káa í smá vandræmi í móttökunni. Þarna Stefano. Lemur þessum yfir. Lúg spilar hana Andrés og slær inn í netið. Mitt netið. Og Káa hefur ekki viljað missa lengra fram á sér. Stefán á uppgjöf. Menn hvað, þeir eru konum með 3 eða 4 uppgjafir, eða ekki? 3 missannar uppgjafir, já. Það er dýrt. Og HK hvað enga held ég? Eina. Já, eina. Það er rétt. Ísmar tekur þennan. Fín uppgjöf, Filip spilaði þessu á Lexi. Skilaði þessu í blokkinu út. Eða hálfgerð svona sótt þetta stig. Já, algjörlega. Lexi svo beint í uppgjöf aftur. Skila þessu yfir. HK í vandræðum í vörninni. Benni klikkaði þarna á móttöku. Það sjálfski sjón hjá honum. Og staðan orðin 12-13. Já, svona svolítið sveiflur. Já. Liðina skiptast á að leiða á svona. Algjörlega. Já, HK ennþá í smá vandræðum í vörninni. Andrés tekur á móti þessum. Filip nær honum, spilu upp. Stefano smassar hennan. Vel gert. Og Filip spilaði hennum, laumar hann, Filip tekur hann vel. Og Matteo, já. Vel gert hjá Matteo. Góð sókn á Káa þarna. Já, voru góður að snúa hérna erfiðri stöðu í bara flotta sókn. Algjörlega.
staðan orðið jöfn 13. Allt í járnum. Ég kom að neinum á vort að sé allt í járnum hérna í þessum leik. Nei, algjörlega. Og Lexi uppgjöf á Háká í smá vandræði í móttökunni, en þessi bara úti, ekki að touch, nei. Já. Ká komið með hvað, 3 í röðu það ekki núna? 4 í röðu. Já. Það voru 13-10 undir. Það er rétt, konið 14-13 yfir. Það er svolítið eins og segir, það er svolítið að sveiflum í þessu. Já. Þannig að Lexi, já, þarna góð móttöku á Háká, en þessi bolti frekar nálægt netinu í uppspilinu. Það skiptir að Filipe komið svo upp hérna. Já. Og Matteo skilaði þessu vel. Og þarf ekki að koma óvart að Marsimo taki leikli fyrir Háká. Í stöðunni 15-13. Já. Sjáum hérna, K.A. er búið að skora 7 stig með smössum, Háká 4. Já. Ásættir eru 2 í Háká, enginn á K.A. 1 lauma K.A. megin, blokkirnar eru 2 og 2. Mistök mótherja 6 stig hjá K.A. og 8 hjá Háká og þar er 3 missettar uppgjafar í K.A.liðinu. Já. Þetta er skemmtileg tölfræði. Já. K.A. TV með þetta. Algjörlega. Minnum alltaf á að það er annar stórleikur í Blækinu beint á eftir klukkan 3. K.A. Háká í kvennadeildinni. Það er ekki minna undir þar. Það er ekki síður spennað þar nefnilega. Einni liðin í fyrsta og öðru seti. K.A. stígi fyrir ofan en Háká liti góða. Þannig að það er mikið undir í þessum leik. Já. Þannig að það er bara blakveisla í K.A. heimilinu í dag. Það er bara þannig. Algjörlega. Þetta var vel gert hjá Háká. Kristófer skilaði þessu vel niður. Fínt uppspil líka hjá Lúla. Voru snöggir að þessu, ég sá að Hávardinn á K.A. gæti ekki brugðist við þessu. Nei, alveg rétt. Og Lúli fyrir uppgjöf. Fyrir Háká. Já, fín móttaka hérna að spila á Mason. Já. Hann blokkaður. Flott blokkað. Fínasta blokki á Háká. Staðan 15-15, eins og segir. Þetta er allt saman í járnum. Gríðarlega mikið undir. Já, þetta móttaka aftur, spilað á. Já, þessi er bara dæmdur inni. Já. Það er erfitt að sjá að héðan allavega hvort það var. Já. Já. En ég svona, mér sýndist svona þarna, hvað að segja, ég svona að vera snöggir átt að sjá þessu Háká, þetta var líklegast bara rétt. Þetta dómarinn í mjög góð aðstöðu, bæði dómarinn og línuvörðurinn. Og Matteo, það er þennan í netið. Já. Staðan 16-16, en ég segi allt í járnum. Og það er í uppgjöf, Teddy fyrir Háká. Sigþór tekur vel á móti á Matteo sem að slær bara þennan útlíklegast. Já. Gestin er aftur komið yfir núna. Gestin er aftur komið yfir, 17-16. Þetta er held í spurningum hver kemur til með að vera með loka áhlaupið. Þeirra líður á þessar hinu. Já. Já, þessi fór bara beint í netið og yfir. Og mjög erfitt að eiga við þetta, en þetta bara gerist. Þetta er með flottu uppgjöf, rætt af netinum og K.A. náði ekki að svara þessu. Þetta aftur. Með frekar flatar uppgjafir. Háká í smá vandræðum. Þetta er bara virkilega vel gert hjá Matteo. Neglir þessi Hávardinn út. Svona full nálægt hann var slutt að tegja sig vel í boltan úr afturlínunni til að smassa þetta. En vel gert hjá þeim. Tími Sigþór. Sigþór í uppgjöfinni. Já. Ágáð í vandræðum í sókninni þarna. Spilað á Stefano sem að þetta var aldrei séns fyrir Háká að vera þetta. Þetta var bara ótrúlega fallegt smass. Þetta var geggjasmass. Alveg
alveg frábært. Einn í blokk og það var aldrei möguleiki fyrir Andrés að ná að blokka þetta og því sér að reyna að verja þetta úr lágurninni. 18-18 staðan og Sigþór í uppgjöf. Þessi úti, væntanlega ekki sáttur með sjálfa sig þarna, Sigþór. Þetta var hann ekki, af því hann nú vann líka oft að taka vel á því uppgjöfunum og skora tölvöld stigur þar. En þessi flaut út. Já. Og HK gerir skiptingu. Sjá. Og fín uppgjöf. En góð móttaka. Hann Mason með flott massa sem fer á hávörðinu og út. HK skiptir tilbaka. Kristó kemur inn á. Aftur. Og setja síðan líberon Arnar inn á. Rétt. Jæja, Mason fylgir svo í kjölfarið með uppgjöf. Já. Já, hvort hann haldi henni ekki inni. Staðan 19-19. Þessi spennandi. Þessi nei. Fimmta uppgjöfin sem að þeir fórgóður að káa. Já, það er ómikið. Það er bara allt of mikið. Allt of mikið. Mason ekki ánægð með sjálf sig þarna. Þykist ég vita. Hann var líka tölvöld langt út í þessu bolti. Já. Þetta hefur verið svona eða þegar leikið sem káa hefur verið í vandræðum í vettur. Þá hefur liðið verið að gera ómikið af mistökum sjálf. Já, algjörlega. Þarna Ísmar með þennan þessi bara úti. Já. Vildi meina touch, nei. Nei, ég held að það hefði alveg klálega ekki verið. Nei. Við höfum góða yfirsýn hérna úr blaðamannastokkunni. Já, ég allan gæti ekki séð það. Spurningum dögum að taka varið á þetta. Það er góð spurning að bæta því í KT. Filip, þarna, já. Þessi er bara svona, já. Ég held að þetta sé rétt. Erfitt dæma þetta samt. Já, ég held að hann slá hann og ég held ég sé sammála þessu samt sem áður. Það slæðir hann í Ísmar og tekur hann að touch klárlega sko, bara spurning hvernig hann hafi fylgt honum eftir út, en þetta er erfitt að dæma. Ég held að það sé alveg hárrétt hjá Marino. Sló hann, þarna gerði þetta vel hann. Benni sló hann frekar seint, þannig að blokkið var í raun og veru á leiðinni niður. Og jafna leikinn 21-21. Já, búið að vera jafnt á öllum tölur núna undanföndu. Já, spurning hvernig þessi. Ég tekur þetta að loka álöp. Já. Benedikt í uppgjöf. Já, gáða í vandræðum í móttökunni. Yfir með þetta. Já, yfir þetta. Og spurning með blokkina, hvert hann ætlar að spila. Vel spila þetta. Já, þetta er spurning með netið að ná þetta. Já. Ok. Já, hann fór í netið allavega, en kannski hefur maður metið þannig að boltinn hafi verið komin í gólfið. Og þetta var skemmtilegt feik hérna í smassinu. Já, saman að því. Já, fín móttaka hérna í Arnari og Lexi. Slæði þennan bara í netið. Já, staðan 23-21. Já, 3 stig í röð í HK núna. Þeir eru að koma sér í góða stöðu fyrir lokasprettin. Já. Káa þarf að stoppa þetta núna. Mjög mikilvægt. Fá góða móttöku. Erum með Matteo frammi, erum með Lexa frammi. Þarna, fínasta móttaka og þá kemur Matteo. Neglir hennan. Já, HK gerir vel eins og þar. Lína þarna. En já, nei, hann var ekkert í afturlínu. Þetta var að touchaði ekki, jújú. Já. Maður heyrði það. Já. 22-23. Spennan heldur áfram í þessu. Já. Já, gríðarlega spennandi. Marsimo eitthvað útsóttur þarna. Boltinn var klárlega touch og þeir viðurkenndu það. Þá róaðist Marsimo aftur. Spila upp þarna afturlínu og þessi bara úti. Já, fullfastur. Þessi úti, 23-23. Áfram heldur spennan. Áfram heldur spennan. Stefano, uppgjöf. Og hann tekur fast vel á því. Já, sjálfstraust í þessu. En HK gerir þetta samt mjög vel. Hann, Ísmar skilaði þessu niður.
Já, vel gert að ná svona góðu smassi eftir svona erfiða móttöku. Já. Sjá hvað það gerir núna, 24, 23. Mikið undir. Nei, þarna eitthvað klikkaði þarna hjá Ísmar. Já, hann var ekki líklegur til að fara yfir þessi. Nei. Ég held að sé ekki hægt að kenna samt reynsluleysum þarna, ekki á þessum bænum. Nei. Hókina reynslu Ísmar, sjálfsagt leikjasti leikmaðurinn hérna í húsinu, kannski Filip undaskildum. En Lexi, 24-24, fín móttaka þarna hjá HK og þetta spilur upp. Aftur að gegnum miðuna, það er mikið að fara gegnum miðuna hjá HK. Já, Kristófer gerir þetta vel. Já, HK-lið getur klárað þetta. HK-lið getur klárað þetta núna. Lulli uppgjöf. Allt undir, hrinan undir. Já, Arnar gerir vel hann í móttökunni. Spilar Matteo og lauma þessum, en HK gerir vel að koma þessu. Og já, HK gerir vel aftur og Sigþór slær þennan. Og vel út hjá Sigþóri. HK tekur fyrstu hrinuna. HK tekur fyrstu hrinuna. En ég segi 26-24 og allt í járnum og þessi dagur á bara held ég eftir að vera svona í báðum leikjónum. Þannig að við skulum bara held ég fara aðeins yfir ef að taka smá tölfræði á þetta. Já, endilega. Kíkjum aðeins á þetta. Já, sjáum við að HK vann þessa fyrstu hrinu 24-26. KA smassaði 12 stig gegn 9 HK-megin. Og sem gaf HK svolítið umfram KA, það voru þessi mistök. KA gerir 16 mistin sem að leiða til stig fyrir HK. Það 5 mistinnar uppgjafir. Annars svo sem þetta svipað nema 3 ásar HK-megin, 0 hjá KA. En eins og ég segi, ég held að þetta verði langur dagur í KA-mölunum. Ég held að, ég allavega vonast til að fara allavega í 4 hrinu þessi leikur. Við allavega KA-menn vonust klárlega til því. Að lágmarki. Já, það kemur alltaf bara ekkert að fara í 8 hrinu. Nei, sammála því líka. Já. Og en ég held að þetta hafi allt verið bara í þokkalegu lagi í hvað var að dómgæsluna og bara það verða átöku í þessum leik, þannig að það má búast við alveg látum á báða vegu. Þannig að KA-menn, þeir bara vilja kostin á völlinn sem fyrst til þess að bæta fyrir hinnuna. Já. Voru svona, þetta voru uppgjafinnar, þær munaði svolítið á þeim og það getur bara að hafa riðið bakamunnin að því að hvort var svo sem að skora mikið, eða KA-liðið var alltaf ekki að skora mikið úr uppgjöfum, þannig að þegar þú ert ekki að reyna að skora mikið þá vilt ekki vera að setja uppgjafinnar út og í neti, svona þessar lausu uppgjafir allavega. Já. Svona öðruvísi að menn eru að reyna að taka virkilega á því og reyna að skora ása. En KA-menn þeir bara, þeir viðast bara bíða eftir að komast inn á völlinn og vilja Olmir starta þess aftur. Þetta verði óbreytt lið hjá þeim, En ef við líka pælum aðeins í HK-lið virðist að finna ágætis lausn á varnarleik KA með að smassa mikið getur miðjuna. Að taka mikið getur miðjunum, bæði Ísmar og Kristófer, þeir eru að skora töluvert mikið gegnum miðjuna og eru að gera bara mjög vel. Þannig að svona spurning hvort KA þurfi eitthvað aðeins að reyna að stoppa í það, hvort að fá smá hjálp í miðjublokkina. En KA á að vera með mjög sterka leikmenn í miðjublokkinni, bæði í Lexa og Mason, þannig að þeir eiga ráða vel við það. En kannski þetta er mikið svæði sem miðjumann fær til þess að smassa ef auðspilið er gott. En við skulum sjá, þetta eins og þetta er bara rétt að byrja. Sá KA-stelpunnar, þær eru komnar í hús líka í sínum gula og fallega lit. Já, komur þessar glæsulegu Nike yfir galla. Já, mjög flottir. Fallegi KA-liturinn okkar.
Þá búið að slökkva tónlistinni og allt klárt. Filip fyrir uppgjöf. Nei, þetta svona... Þetta óvanlegt að sjá Filip vera að klikka á uppgjöfum. Þetta hvað önnur að þriðju uppgjöfin sem að fer í neti á honum. Já, allavega önnur. Allavega önnur. Þannig að sjá hvað setur. Ísmar í uppgjöf fyrir HK. Þessi líklegast úti líka. Já. Og önnur uppgjöfin í röð hjá Ísmari sem klikkar. Við munum eftir uppgjöfin í fyrri hrinu sem að dreif ekki að netinu. Hitti hann bolt eitthvað mjög illa. Já. Spurning hvort að sjálfstöðst af eitthvað minkað í uppgjöfum í honum. Nei. Stefano, uppgjöf fyrir Káa. Pínu flott í þessum. Það er fínu spil. Þannig að þessi bara í blokk og niður, já. Já, Sigþór gerir vel hana. Sigþór gerir mjög vel í blokkinni. Og línuvörðin dæmir hann inni. Þetta var fínast auðspil samt hjá Lúðvík, en þessi Sigþór blokkaði þetta vel. Og Stefano, uppgjöf, já, tökur lítið á því núna. Já. Það segir spurning hvort að, já, þarna hins vegar sko, það gerist það í raun og veru að Lúlli fær næra íta Lexa sem að svona þessi kemur kannski pínu óvart, en Lúlli tapaði fyrir Filip í svona innvíi áðan, þannig að þarna það er 1-1 þá í þessum ítu innvíum. Já. Þegar bolti lendur svona akkurat á milli. Já, Lúlli fyrir uppgjöf. Já, flott móttöku á Káa. Já, og þetta var bara það fast að fara í blokkinu og ég hélt að það væri að koma tilbaka en líklegast var þetta bara það fast að þetta fór með blokkinu niður. Já. Svo Matteo, hann sló hann svolítið fast eða niður á við, þannig að það var kannski erfitt að verja bolt eitthvað annað heldur en bara beint niður. Já, algjörlega. Og Lexi, uppgjöf, já, flott uppgjöf á þeim. Ákvæði vandum, en gerir þetta hins vegar mjög vel. En já, skila þessu, spila á Sigþór, slæðir í gegnum blokkina, á milli. Hann slæðir í gegn. Slæðir í gegn þannig, algjörlega. Virkilega vel gert hjá honum. Já, Sigþór var nýlega búinn að vinna sér sæti í A-landsliðinu, fekk tækifæri núna daginn. Já. Mjög gaman að því. Og þessi úti, já. Önnur uppgjöfin. HK búið að skora hvað, að 4-3 og 2 af 3 stigum í HK eru í gegnum bara uppgjafir hjá Káa. Þannig að þau þurfa svona að reyna að forðast að taka mikið fleiri uppgjafir klúra mikið fleiri uppgjöfum. Það finnst spili á Filip og þessi bara út, já. Ekki tötts hana. Matti var eitthvað aðeins að hvart í baki, nei. Já, þetta heldur svolítið áfram að Káa að gera fullt mikið af mistökum, hvort sem það er uppgjöfum eða knössunum. Já, algjörlega. Þau telja dýrt. Og hvað var þetta? Þarna misskilningu Stefán og Arnars. Já. Fjórði ásýni HK í þessum leik. Já. Arnar veit taka aðeins meira svæði kannski. Þarna. Þetta með mjög góða móttöku í jöfnaðan. Þarna, já, sáðu. Þarna vel gert hjá Arnari. Og þá ekki að spyrja því. Þegar móttökan góð, uppspilið gott, þá yfirleitt kemur gott smass. Og Káa jafnar aftur, 5-5. Matteo, uppgjöf. Þessi kemur núna einhver negla hjá honum. Já, fín uppgjöf hérna. HK í vandræðum í sókninni. Já. Sterk uppgjöf hjá Matteo sem gerði það verkum að HK náði aldrei almennu sókn og þá var tiltölulega þægilegt fyrir Káa að blokka þetta. HK tekur smá fundarhöld, því hvort það er eitthvað meitt sig aðeins hérna. Hann Arnar. Já. Þannig að heldur áfram. Já. Matteo aftur. Já. Segi, þannig er Matteo farin að hitta uppgjöfuna sína líka. Það er alltaf í lagi í raun og veru sko að gera mistök í uppgjöfum eða klúru uppgjöfum. Þegar þú ert að sækja vel, þegar þú ert að sækja fast, þá er það í lagi svona einn og einn. En þegar í raun og þú ert ekki að sækja fast, þá er það ekki gott að uppgjöfna klikkið. Já, sammála því.
Þarna í raun og veru hann búinn að búa samt til 2 stig þó að einu uppgjöf fari. Þannig að það má alveg búast við því að einu svona uppgjöf fari í netið og það alveg eitthvað sem við getum fyrirgefið. Já, sammála því að það leiðilega að sjá lausan bolta fara of langt. Já, algjörlega. Áfram heldur þetta, fín móttaka þarna. Gánar ekki sókninni og þarna hann fór niður með blokkinni. Benni gerði þetta vel. Já, en eru sveiflur í leiknum og þeir búin að jafna núna 7-7. Já. Það kemur manni bara ekkert óvart og þetta dagurinn niður bara svona allur í járnum frá upphafi til enda. Þessi bara, já, vel úti. Þetta þá önnur uppgjöfun hjá HK í rinnunni. Já. Og Kristófur setti þennan út. Skipti svo við Arnar. Afturlínu. Sigþór. Já, af netinu en HK gerir vel að berga þessu. Andreas massa þessu og já, vel smassað hjá Andreas og það voru svona rákuslega saman fannst mér Sigþór og Matteo. Gerða verkum að það var erfitt að dempa boltan upp. Og Andreas í uppgjöf, þessi bara úti. Já. Og HK farið að klikka svolítið uppgjöfunum. Já, komnar það 3 í þessari hreinu, 5 í heildina. Spurning hvað Mason gerir. Hann náði að skora stig. Haldur hann minni allavega. Já. Það var frekar örugg. Þetta var bara örugg uppgjöf. Það er örugg. Hanna. Já. Filip spila þessu upp. Aftur á Matteo sem slæðir þessu upp. Já. HK dempar þetta vel. Andreas gerir það vel. Ok. Aftur góð með þetta líka. Já. Filip og Lexi gerir. Já. Vel gert þarna hjá Káa. Fínasta rally þarna. Já, alltaf gaman að sjá þegar Filip fær góðan tíma í uppspilið. Það endar alltaf í góðu spassi sem að gefa stig. Já, það er bara þannig. Ótrúlega útsjónasamur líka. Já, Mason aftur með fínu uppgjöf. Heldur þessu vel inni. Þarna miðan. Já. Þessi nei, hann var úti. Já, rétt úti. Káaliði fagnaði hins vegar gríðarlega. Já. Það er svona pínu kannski öðruvísi við Blakið, menn fagna oft sko og reyna svona aðeins að hafa áhrif á hlutina. Já. Þannig en Benni uppgjöf, Sigþór með ágætismóttöku, spila þarna á. Já, þessi var bara fór í handunna á Stefano. Móttökan var ekki alveg nógu góð og kannski uppspilið þar alveg ekki alveg eins og bestur á kosið. Staðan á 10-10, það eru sveiflunar halda áfram aðeins. Já. Útgáðan á stoppinu núna, Benedikt uppgjöf. Já, þarna var ekki alveg skilðan að taka mót þessu. En spila þarna Matteo. Já. Þetta er bara virkilega vel gert hjá Káa, Matteo. Vel spila upp hjá Filip líka. Já. Já, Filip nýlega valinn annar í kjörin á íþróttamanni Akureyrar fyrir árið 2018. Já. Átti þetta frábært árið 2018. Já, vann bara allt sem hægt var að vinna. Já, nema þetta stig. Já. Filip er pínu ólíkur sjálfur sér með uppgjöfana núna. Ég sé hvað það er hjá honum. En hann kemur bara hausnum á sér í gang. Já, Ísmar tekur enga sénsa núna, auðveld og þægileg uppgjöf. Og góð móttöka og Matteo skila þessu. Virkilega vel gert hjá honum. Já, Ísmar var með svona tiltölulega þægilega uppgjöf að taka móti. Enda búinn að klúra 2 á undan. Stefano með þessa, mjög góð uppgjöf og ákvæði vandræðum hérna. Enda skilar þessu upp. Laust frá sér, Sigþór. Laumar þessu upp. En fínasta vörn hjá HK. Já, góð vörn hjá Stefano. Spilur á Matteo. Allar hann blokkaður. Ég ætla að fara að hrósa Káa fyrir ótrúlega skemmtilega sirpu þarna en HK sá við þessu. Tveir í blokk og tók þetta vel. Ég veit ekki hvort ég var búinn að lesa hann alla hana en mættu 2 í blokk á
á Matteo. En sjáum hvað gerist, Filip með fín. Á. Þetta þarf vel ekki að spurja á þessu þegar móttakan er svona beint upp í netið og Filip það sem að hann getur nánast stokkið upp í netið, þá setur hann bara eiginlega þannig að það verður aldrei nema single block á móti og menn skila því svona öllu jafnan í leikmenn í þessum gæðaflokki. Já. Þá er það Lexi í uppgjöf fyrir Káa. Staðan 13-12, Káa þyrfti svona aðeins að ná að rífa það hans frá sér, allavega væri við til í að sjá það hérna. Vel gert þarna, góð vörn hjá Káa. Og aftur kemur hérna Andreas með hennan. Setur hann bara aftur á völlin, var ekkert að smassa hann. Sett hann bara rétt yfir blokkina og aftur á völlin. Okay. Já, eins og segi, Káa-lið þarf vel að vinna þessa hreinu. Það er mjög erfitt að koma 2 lundi gegn HK. Já, alveg sammála því. Staðan 13-13. Já, fínasta móttaka þarna. Já, þetta er mók allan daginn. Jú. Þetta má víst ekki. Ennþá heldur Káa áfram að leiða en HK er aldrei meira en svona 2 stigum eftir. Nei, hann á ekki að slíta sig frá þeim ennþá. Sjá hvað Matteo gerir, hann hætti góð uppgjöf sirpa á þann. Já, fín uppgjöf núna líka. Og óefnir þarna. Það er svona spurning með tvísla þarna en ég held að línan er alltaf að aðeins að það sé svona aðeins að mýkjast hvað það var. Það má vera orðið pínu órinda heldur en var. Og en Kristófer uppgjöf fyrir HK. Stefano í vandræðum í móttökunni. Þeir skila þessu bara yfir væntanlega. Já. Og gott tækifæri fyrir HK að komast yfir þá núna. Nei, Mason. Þennan og Sigþór. Lemur. Já. Mók allan daginn. Jú. Þarna. Já. HK náði ekki að nýta sér þetta. Þeir voru svona konur í ansi vanlega stöðu. Staðan ennþá. Káa leiðir 15-14. Liðin eru búin að skiptast svolítið á að skora núna. Og Sigþór í uppgjöf. Já, fínast uppgjöf honum. Hann ágættur móttaka, hvað gerir Ísmar? Já. Ísmar skilða þessu, gerir það vel. Mjög vel gert hjá honum. Og þeir jafnenda 15-15. Liðin eru búin að skipta svolítið á að skora núna. Já, ég held að það sé búin að vera jafn núna síðustu 5 tölum eitthvað svoleiðis. Já. Og HK. Já, fínasta uppgjöf þarna. Já, þessi er bara. Já, þetta var eitthvað áhugavert allavega. Já, spurning hvort það hafi farið í antennuna sko. Já. Þetta er verið þannig. Og það er oft gríðarlega erfitt sérstaklega fyrir dómara að sjá hann er svo nálagt sko hvort að boltinn fari bara í netið eða antennuna. En Friðrika með þetta allt á hreinu. Við viljum ekkert vera með neina hlutdrægni hérna og þetta er bara virkilega vel gert hjá Matteo. Svara kallinu. Og kemur skipting. Þetta er skipting sem við höfum séð margoft hjá Káa-liðinu. Kemur Sigfús í uppgjöf með mjög góða svona flott bolta í uppgjöfinni. Teknískt slag mjög. Þannig að já. Þeir voru í rauninni væntanlega ekki, ritaraborðið ekki tilbúið þannig til að með skiptinguna. Það er smá stopp á þessu. Fúsi nýtti bara tækifærið og gaf upp svona til að halda sér heitum og finna rytmann í uppgjöfinni. Þannig er allt orðið klárt og Jón Ólafur gefur Marino merkið þess efnis. Sigfús klár þá í uppgjöf aftur. Já, flott aftur. Þarna, sjá hvað gerist þarna. Þarna kannski, já. Návörðin aðeins hjá Káa. Við mættu vera aðeins fljótar á fótunum finnst mér. En já,
Skipta þeir. Og Arnar kemur inn á fyrir Fúsa. Og Benedikt í uppgjöf fyrir HK. Arnar tekur ágætlega á móti þessum. Skip fullniðarlega, já. Já, vel gert hjá Stefano. Sigþór slær þennan, nú HK komið með völdin í þessu stígi. Já, fín blokki á Káa hins vegar. Og aftur þarna, og aftur blokkar Káa. Fyrsti bolti þá ekki tvíslag. Og þarna já. Sigþór spilar á Stefano. Touch, gott rally þarna hjá báðum liðum. Út, þessi bara úti og ekkert touch held ég, nei. Það var bara Friðrik að slegið niður. Og hún jafnar sig að því, ég alveg vissum. Já. Þetta sýnir mikið reynskap. Biður línuverðin afsökunar. Og Filip fer í uppgjöf. Staðan 17-17. Þetta játnum bara. Já. Þessi inni. Og Andreas með hana. Káa nær þessu. Spilar Stefano. Stæran, blokkin. HK verður þessu vel. Já, ekkert að þessu. Matteo, já. Hörgur Alli. Og þessi bara úti. Já. Þetta var Hörgur Alli, ekkert touch hana. Nei. Já, Káa vildi svona fá tvísla þarna eitthvað aðeins en þessu, Arnar heldur bara línunni og það bara hið besta mál. Já. Og Filip tekur uppgjöf þarna, spila á Ísmar og hann Ísmar blokkaður af Lexa. Já. Þannig að stemmingin núna aðeins að aukast hjá Káa sýnist mér. Já. Og Filip í uppgjöf, vill halda þessu inni, spurning hvort hann vilja taka. Já, kemur ekki ótt og hann tekið leikli. Já. Þetta svona, menn oft býða svona, þetta svona smá sálfræðsli líka sko, býða aðeins þangað til að leikmaðurinn að fara í uppgjöf, þá beðið leikli. En, staðan, hvað, 19-17? 19-17, Káa skorar núna 3 í röð. Já. Hvað, Káa með einhver 10 stig úr Smörsum gegn 6, 1 ás hjá HK. Mistök mótherja 12 stig sem að HK fengi frá gegn Káa-liði. Já, þetta áhugavert að fylgjast með þessu. Og hins vegar við minnum náttúrulega á stórleikinn kvennamegin Káa HK sem byrjar kl. 3. Hann verður mjög spennandi. Það eins og heiði hjá köllunum, þær búin að leika 2 sinnum Káa HK og vinna sikkar á leikinn. Já. Filip mættir uppgjöf núna, stöðunni 19-17. Við viljum ekki að þessi uppgjöf farið eitthvað flott, nei. Hákon tekur á móts upp, þarna. Já, Lexi gerir vel. Filip spilur upp á Matteo. Já, aftur blokkaður og Sigþór tekur þennan. Og Matteo slær hann. Já, og Stefano spilar upp. Já, frekar nálægt netinu. Já, og já, vel gert þarna. Káa. Þetta var Hörgur Alli. Já, Káa þjarmaði að gestunum þarna. Já. Voru ófá Smörsinn sem þið tókuð þarna. Þá gerði svo sem vel að verjast þessu. En eins og segi, virkilega vel gert Káa og við lifum okkur aðeins inn í þetta. Já. Ég veit þess. Staðan 20-17. 20-17 fyrir Káa. Þarna, já, fer bara í gegnum hendurnar á Lexa og í hausinn á honum. Þaðan spýtist boltinn bara. Já. HK gerir skiptingu, Ísmar kemur út í uppgjöfinni. Þetta er kannski ekki hans sterkasta lið. Betri á öðrum vígstöðum. Og staðan 20-18. Já, fínasta, nei, já. Það er helvítis súrt að, það sé ekki orðbræðið, súrt að leikmenn komi inn bara til að taka uppgjöf og hún klikki. Já, en það er líka oft erfitt að koma inn kaldur í uppgjöf til þess að gera, þannig að þetta er gangurinn í þessu. Já, það er ekki marga íþróttir sem bjóða upp á þetta að koma inn í eitt mjög sérhætt verkefni og svo beint þetta út. Nei, nákvæmlega. Ekki fótboltinn, handboltinn lifið það í vítunum. Já. En Stefano, já,
Örgu ekki á honum, en mjög góð móttaka eins og verið HK. Já, Filip spilar hérna, sér hérna. Já, og þetta bara blokk út. Já, Seip, stemmingin aðeins búin að vera núna með K.A. síðustu mínútur og HK í smávandræðum. Staðan orðin 22-18. Já, við finnst svona K.A. liði vera að klára þessa hrinu. Já, það er svona allavega er meðbyr með þeim núna. Sjáum hvort að þeir ná ekki að halda út. Sjáum að HK liði tekur leikli og reynir kannski eins að slökkva í þessu rönni að K.A. Marsimo tekur leikli allar aðeins í þeim. Já, reyna að slökkva aðeins á rönninu. Þannig að sjáum við allavega hérna uppi í lýsingunni, vonum að það takist ekki en sjálfsagt kannski margir þeir sem er að horfa að sunna, þeir kannski vonast til þess. Já, en ég er svolítið gaman að HK er með stundsmannliðina, trommur og læti. Já. Það er alltaf gaman að liðin senda meira heldur en bara liðin norður. Algjörlega. Það er svona ofta erfitt nú alltaf, sko Stefano er búinn að vera að taka svona vel á því í uppgjöfunum núna. Það er oft á tíðum sem það er svona pínu erfitt að taka fasta uppgjöf eftir leikli. Sjáum hvernig það gengur hjá honum. Ekki vandamáli. Já, blokkinni komið líka miðunni hjá K.A. betur. Andreas Anna, Filip tekur á móti, Stefano spilar líka Matteo. Já, hann hangir vel uppi. Frábærlega heima, en Filip sér við honum hana. Sjáum hvað Sigþór gerir. Já, þarna voru þeir komnir. 3 í blokk á mótunum. 3 í blokk á mótunum sem gerði. Það var ekki mikið svæði fyrir Sigþór að vinna með þarna til að smasa í gegnum. En Lúli fyrir uppgjöf fyrir HK. Já, fín móttaka. Spila á Lexa og Lexi gerir vel og HK er að bjarga, nei. Staðan 23-19. Svona eins og þetta er búið að vera að spilast núna, K.A. skora 1 og HK hefur ekki skorað mörg stig í röð núna. Þá svona, segið það ekki hægt að segja hrinni sér komin en þetta lítur ónægtilega vel út fyrir K.A. Já, Lexi getur þetta að fara langt eina með þetta með því að skora núna. Algjörlega. Það var þetta fyrsti ásinn hjá K.A. í dag. Já, það ekki. 4 hjá gestunum, enginn hjá K.A. Já, þeir eru með fína móttöku á HK. Já, bara lauma sig þarna. Meisa spilar upp á Sigþór. Já, og Lúli þarna. Já, slær þarna bara líkast fór á milli þeirra örugglega. Veit ekki, já, það er gert hjá Andreas. Já, þeir gefast ekki gestunir. Nei. En það er alltaf engin ástæða tilsósum. Já, algjörlega. Og Teddy uppgjöf. Hanna. Þeir eru búin að vera aðeins að, hvað er þetta, 4. og 5. uppgjöfum þeirra í leiknum eða ekki? Núna, nei, í þessari hrinu. Þessari hrinu, þetta er 5. uppgjöfin sem þeir klikka. Sem var, þið með tölvöld meira heldur í síðustu það sem við klikkuðum þetta bara 2 ef mann rétt. Jú, hár rétt. Já, þessir rétt úti. Já, Matti var alltaf að klára þetta, en hann fær kannski tækifæri til þess síðar. Þetta var virkar fyrst og hún var ekki langt út úr þessi. Nei, alls ekki. Einhverjum sentimetrum, en úti var hann þó. Jafnar þá HK í vissum uppgjöfum fyrir ekki. Já, og hann smá mótstöku í móttöku. Já, Mason gerir þennan vel. Mason gerir þetta vel, fínt uppspil frá Filip og klárar þessa hrinu. Staðan 25-21 í hrinu nr. 2 og allt í játnum, 1-1 í hrinu. Já, þetta var mjög vel gert. Mér finnst K.A. liðið vera að vinna sér betur og betur inn í þetta og svona búið að fækka mistökum og já, alveg samanlega. Ég er orðið svona þokkalega bjartsýnn með svona hvernig fyrsta hrinan svona spilaðist. Já. En auðvitað alltaf búið að vera hörku 2 hrinur. Já, og þetta það jöfnlið að ég held að þetta verður ekki, sko, það þarf eitthvað mikið að ganga á til þetta verði mjög ójafnar hrinur. Þannig við fáum að fá okkur mjög ójafnar hrinur. Þetta eru bara það góð lið sóknarlega séð bæði að ef móttakan er í lagi sem hún er heilt yfir hjá þessum báðu liðum öllu jafnan þá eru þau að skora mikið. Já.
Þannig að ef við ekki bara fá okkur vatnssopa aðeins núna og bíðum eftir hörku spennandi þriðju hrynu. Algjörlega. Jæja, við erum mættir aftur til leiks. Og það eins og segjum, sýnist alltaf að það er óbreytt hjá KA og ég held að sé eins hjá HK. Jájá. En þessu segjum, allt í járnum og bæði lið að spila fínasta plagg. Og ég segi það, maður bara búast við hörku spennandi og jöfnum leik eins og við reiknum með. HK byrjar í uppgjöf og Jón Óli gefur merkjum að allt sé í góðum gír og Benni byrjar í uppgjöf fyrir HK. Þannig að finnst uppgjöf sitt og tekur vel á móti þessu. Rexi, hátt uppi en Lúli spila þessu, svolítið nálægt netinu en Matteo og Filip vildu báðir taka hana bolta eða svona þannig að smá miskilningur milli þeirra. Það kveiki bara í Matteo. Svona það sé akkurat málið með þetta kveiki bara í þeim. Og Benni aftur uppgjöf. Filip spilar, gerir þetta vel. En HK verst þessu vel. Og aftur. Og Stefán Ásmæranan neglir bara í blokkina. Þess hefði aldrei verið á leiðinni inn ef ekki hefði verið blokkan. Þetta bara hann sá blokkina og eina leiðin til að koma honum eitthvað var bara í gegnum blokkina og af blokkinu og eitthvað. Já, sammálaði, hann horfði ekki á neitt annað blokkina hann. Nei, og fer svo í uppgjöf. Hann hefur verið að taka hans í fastar og góður uppgjöfur. Þetta er bara svona, þessi er bara inni, akkurat á línunni held ég. Já. Fyrsti ásinn á KA. Fyrsti ásinn hjá KA. Andrés hefði getað náð honum en ég veit ekki hvort hann hafi reiknað með hann væri bara úti. Já, en hann var líka bara algjörlega á línunni, það er kannski erfitt að reikna þetta. Algjörlega. Stefán aftur, sendur hann tiltölulega laust en HK smátt í vandræðum en ok. Filip spilaði þessu, vel gert þarna. Matteo neglur honum bara út af og svektur með sjálfa sig þarna. Smassaði bara beint í Massimo. Og sjá hvað Ísmar gerir í uppgjöfinni. Það er búin að vera í pínu vandræði með þarna í dag. Sjáum hvað gerist. Nei, þessi bara setur hann öðvöld yfir. Þá getur finnast þetta móttaka. Og þá er líka sóknin. Sóknin er góð. Sóknin er þá góð. Meisjó kemur inn í sóknarlínuna. Já, KA. Og Lexi í uppgjöf. Staðan 3-2 fyrir KA. Nei,
svona sá að bæði aðhlaupu og uppkasti var eitthvað skrítið þarna hjá Lexa sem gerði það þá að verkum að uppgjöfin var eftir því. Sló hann frekar bratt þarna niður og var í pínu vandræði með þetta. En áfram heldur þetta, Lúðvík uppgjöf fyrir HK. Vá, vel gert hjá Matteo. Flott uppspil á Filip. Matteo spila vel. Núna eins og segi, getur skipt skapi ef að hlutin gangi upp, en Næri vill bara vinna með það með sér. Þarna, vel gert hjá Arnari. Mjög gótt þarna. Matteo neglir þetta. Og HK er samt sem áður í líkistöðu að klára þetta. Gera það. Fínasta vörd hjá KA enga síður. Lágvörðin hjá Arnari, virkilega vel gert, en Tetti hoppar hátt, slær hátt og bratt. Sýnst að bara vera yfir hávörðinni hjá KA þarna. Og Tetti áfram í uppgjöf fyrir HK. Staðan 4-4, allt í járnum. Arnar tekur á móti, Filip spilar upp, Matteo, laus þarna, Mason slæðir þennan, en verið varst hjá HK. En virkilega vel slegið hjá Mason og Lúli réð ekki við þetta. Og Sigþór er kominn í uppgjöf fyrir KA. Og staðan 5-4, allt í járnum. Fínast uppgjöf. Þetta bara blokku út. Þeirra blokku út. Penni með hörkusmass, vel gert. Teknískur og flottur leikmaður. Það er spurning hvort að verða einhver syngun á kvennaleiknum. Hann stefnir í svo svakalega langan leik og spennandi. Það er ekki ólíklegt. Hanna, flöt og fínu uppgjöf. Stefano. Það er þennan í blokkina. Þetta var mjög góð blokk hjá HK. Og HK kom yfir í fyrsta skipti í ansi langan tíma. Og Kristófur áfram í uppgjöf fyrir HK. Flatar uppgjöfur hjá honum tiltölulega. Og þessi er bara úti, blokk út. Stefano ekki sáttur að samt sem áður. Þeir blokka sér tvisvar þó að þessi hefur út, sá á svipnum á honum. Það var svona heppni með KA-liðinu þarna, hann fór rétt út þarna. Hávörðin góð, búinn að vera það hjá gestunum. Algjörlega. Mason með þennan, fínast uppgjöf hjá honum. Enn í smá vandræðum í upptökinu, Lúli spilar upp, Andreas. Og Matteo slær þennan, tiltölulega laust, HK gerir vel þarna. Og þetta var eins og virkilega vel slegið hjá Andreas. Hann var að slá þetta vel fyrir utan völlinn og skáði honum vel niður. Þannig að þetta var vel leyst úr erfiðu færi. Andreas fyrir beint í uppgjöf. Sigþór í smá vandræðum í móttökunni. Matteo slær þennan. Hvað gerir vel í að verjast. KA eins og getur sótt líklegast núna. Þannig kemur hann Stefán áttur. Einn í blokk á hann og það er yfirleitt ávísun á stig held ég. Sá hvað Filip hann svona eiginlega hótaði að setja boltan á miðjuna, en svo síðust stundu þá setur hann í kantinn og... Algjörlega. Og þá er bara erfitt fyrir miðjumann að hjálpa út á kant. Þannig að þetta er það sem Filip gerir mjög vel. Það er erfitt að lesa hann hvert hann er að spila. Filip, uppgjöf. Hann með sér KA. HK bjargar þessu vel. Og þessi bara inni, blokkinn. Ég held að KA væri svona að missa þetta því voru nú eiginlega komin svona áttu að vera komin með þetta stig. En björguðu sig fyrir horn og blokkuðu þetta. Konir yfir hvað, 8-7 eða ekki? 8-7, jú. Og Filip í uppgjöf. Og hvað hann gerir. Fínast uppgjöf á honum.
Hanna, á. Mjög gaman að þessu. Já. Byttu nú við. Dæmar 4 þarna. Ok. Sýnist Jón Ólafur hafa gefið Marino merki það, þetta væri 4. Og Róa bara leikið strax niður aftur. Já, minnst Fílip var óvinni rólegur. Já. Í svona. Þegar það kemur svona smá aksjón, þá er henni vilt hefur alltaf skoðunar hlutunum yfirleitt. Já, þá bara svara þeir. Káa svarar. Enda eina vitið að svara svona inn á vellinum. Það er bara þannig. Algjörlega. Best að gera það þar. Stefano í uppgjöf. Já. Já, fer á netinu en Benni gerir vel hins vegar. Já. Og Ísmar gerir þarna vel. Káa voru rétt staðsettir, bara náðu ekki að verjast þessu. Ísmar í uppgjöf, sjáum hvað hann gerir núna. Já, hann er farin að taka bara svona nokkuð örgu yfir. En Þessi rúti. Sigþór hittir ekki völlin. Sigþór var kominn svona hann var kominn svona full nálægt held ég til að þurfti að teygja sig aðeins aftur og smassa þetta. Þannig að hann réði ekki alveg, hann hafði ekki alveg nógu góð stjórn á boltanum hana. Háká komið yfir. Ísmar í uppgjöf. Já, fínust það uppgjöfur hjá hann núna. Stefano, Sigþór. Já. Þessi laki í gegn. Við sáum samt sem meður enga síður að Sigþór hristi aðeins hausinn. Og hann finnst gaman að brjóta á gólfi líka. Vill hafa þetta fast, hreint. En já, gott satt að halda áfram og sækja stigi núna eftir mistökjur aðan. Algjörlega. Þannig að Alexi, já, fínasta uppgjöf, fín móttakar þarna, já. Þarna var bara engin hávörð að káa liðinu. Nei, það vilja sjá kannski Mason fara upp með honum, veit ekki hvort að Mason lasi þetta eitthvað vitlaust, þannig að vera að fara að senda á kantinn. Þetta, en allavega Lúðvík koni uppgjöf. 10-11, þessi er í neti á honum. 11-11. Svo sem lítið vera uppgjöf mistökum í þessari hinu. Er þetta ekki bara uppgjöf, 2 eða eitthvað svoleiðis? Jó, bara 1 á hvoru liði. Já. Já, hvað Matteo gerir. Tekur hann fast. Já, Arðar tekur vel á móti þessu. Já. Skemmtileg lauma. Já, svona þessi. Þetta eru stóri menn, eins og Mason, þannig að það getur oft verið tekið smá tíma að fara í gólfið og fara niður. Já. En þessi ég sjálfst vilja gera aðeins betur enga síður. Og þetta í uppgjöf fyrir HK. Já, Stefano með fína móttöku. Og Matteo. Já, lauma þessu menn, Andrés gerir þetta mjög vel. Og Andrés þarna. Já. Og Káanar berga þessu. Filip spilar þessu aftur á völlin og þetta. Og Lúli spilar þessu Andrés. Og Sigþór blokkar þetta. Mjög mikilvægt fyrir Káa að missa HK ekki og langt fram á sér. En fyrir að staðan væri 13-11, þá er bara 12-12. Já. Og Sigþór í uppgjöf eftir að hafa tekið góða blokk. Já, laus uppgjöf en Benni í smá vandræðum hana. Og fín vörn hjá Arnari. Filips skilja þessu bara yfir. Arnar spila þessu. Þetta er bara í antennuna. Já, antennan hana. Já. Það rugglast aðeins dómar. Já, þessi voru í antennuna. Ég held sér allir sammála það. Massimo hló bara þegar hann benti líka í vitlaus átt. Það kemur fyrir. Getur líka oft verið pínu erfitt að vera dómar og halda fókus. Já. Þetta er ansamerka bendingar sem það er að gefa hverjum leik. Nákvæmlega. Já, það er mjög gaman þetta viðbröðum kvennaliðs Káa. Það er gjörsamlega görgu. Já. Enda ekki sama. Keppniskap í þeim. Hanna, já. Hanna. Nú er þetta svona aðeins verið að snúast með Káa. Við bara þykjum það. Og Kristófur blokkaður hanna.
Það gerir Mason síndi sem blokkaðan. Sigþór aftur í uppgjöf, heldur sinni, nei. Þetta er nákvæmlega sem við tölum fyrir leiknum og vildum ekki sjá. Nei, nákvæmlega. Og sérstaklega þegar þú ert búin að vinna einhver 3 stig í röð og hitt liðið í svona, ákveðnum lás með skorað, þá viltu reyna að halda þeirri stöðu svolítið. En staðan 14-13 fyrir KA. Já, Arnar tekur ákveðlega mótið þessu. Matteo skilur þessu. Já. Virkilega vel gert hjá Matteo. Flottur bolti hjá Filip. Já, og hvað fyrsta stigi frá Matteo í smá tíma. Fínt að hann sé ennþá í stuði. Á lífi, já. Já, á lífi, já. Það er frá að vera drándiskir í þessu. Við þurfum á klálega honum að halda. Við þurfum helst að halda líka þessu uppgjöf inni. Já, fyrstu uppgjöf hjá Mason. Já. Og búm. Nei. Þetta var fín ofni, ég veist Káa kannski geta gert aðeins betur úr þessu, en Benni blokkaði þetta vel. Gerði mjög vel í þessu að blokka hann. Já, þrátt fyrir gott púm. Já. Ég bjóst við einhverju reglu þarna. Þetta var kannski eins og ég frekar lágt uppspil hjá Filip, þannig að það var erfitt fyrir Matteo að vinna úr því. Já, Káa í smá vandræðum í móttökunni. Matteo skilaði þessum bara í blokk og út. Nei. Ok, bara 4. Já. Fór bara að netinu og út. Já. Matteo ekki sáttur við sjálfum sig núna. Þá yfirleitt svarar hann því bara, en Káa í smá vandræðum samt sem áður í móttökunni núna. HK að nýta sér það. Já, þeir skilja þessu bara laust yfir. Lexi, hanna, farin aftur frá Filip. Já. Ekki fallegasta stigið hjá Lexa á ferlinum, en telur jafn mikið og önnur stig. Já. Já, þú voru svona að fara að líða seinni hluta þessara hrinu. Það er spurning hvort liðið er sterkari núna. Já, ég held að þessi, ef að liðið sem nær áhlaupi núna getur verið í góðum málum ef að einhver áhlaupi verða, þar að segja. Nótt talaði að þessi þriðja hrina sé svo mikilvægast í blækinu. Já. Það fór hann aðeins af fínt smassi á Andreas. Fór af blokkinu og Arnar réð ekki við hann. Og Benni í uppgjöf. Benni í uppgjöf fyrir HK. Já, Sigþór tekur vel á móti þessu. Og Lexi, þessi bara inni. Já. Vel spilað upp hjá Filip með annari. Og staðan 17-16. Stefano í uppgjöf. Flott uppgjöf honum, en Benni gerir mjög vel að taka móti þessu. Arnar gerir vel hann að verjast þessu, Sigþór nær honum. Og Filip spilaði þessu lausum, já. Og Arnar, já, geggjuð blokk hjá Lexa og Matteo. Frábær blokk hjá þeim. Staðan 18-16 fyrir KA. Frábær blokk hérna hjá þeim og Massimo að taka leikli. Vill ekki missa KA menn lengra frá sér. En það getur verið erfitt að koma tilbaka ef að liður er góðan 3-4 stigum á undan. Og HK setur. Gríðarlega spennandi. Já, við höfum sagt það í gegnum alla leikinn. Já. Tönslast þessu. Og þetta er bara þannig, þessi leikur er bara spennandi þannig að það kemur örugglega ekki til með að breytast. En við sjáum Stefano í uppgjöf fyrir KA. Sjá hvað hann gerir. Fín uppgjöf honum, en góð móttöka samt sem áður hjá HK. Og á. Sigþór náði ekki að setja niður. En það getur já. HK skiptir í uppgjöf. Smá pressa núna eftir að hafa sett síðustu uppgjöf í neti held ég.
Ungi strákur kominn á, ég veit ekki alveg með nafnið á honum á hreinu, en hann Hermann Hlynsson. Hermann Hlynsson, já, engin mistök þarna. Þarna kemur hann á Sigþór og hann blokkaður hérna af Lúðvík. Blokkaður Lúðvík, já, einni blokk samt bara, þannig að Sigþór hefur viljað sást skila þessu. Lúðvík gerði vel, uppspilið kannski fullnálagt. Fullnálagt kannski, staðan 18-18. Aftur fyrir Hermann í uppgjöfuna. Hermann í uppgjöfuna, já þess... Ég ætla að segja Sigþór að taka þetta. Já, hann plattaði mjög alltaf hana. Ég var að mynda velti fyrir mig hvað hann var að fara að gera, en... Þetta var full langt til hliðar hjá Hermanni hérna og K.A. fær auðvitað. Já. Mér er samt alveg magna hvað K.A. búið að vera að taka fastar uppgjafir núna í sérstaklega annar og þriðju hrinu. Það sé bara komin einn ás. Móttakan hjá gesturinn búið að vera mjög góð. Já, Arnar Birkir er held ég einna betri líbróum hérna sem að sér yfirleitt. Það tekur vel á móti og verst vel líka. Já, við þykjum þetta. Andri setti þennan inn í netið. Setti þennan inn í netið. Staðan 20-18. HK gerir skiptingu. Já. Inn á kemur leikmaður nummer 9. Nei, út af leikmaður nummer 9 segi ég, Andreas. Og inn á kemur leikmaður nummer 19, Bjarki Benediktsson. Já. Kemur líka inn í hérna, já. Inn í vörnina. Hann talaði blöður í gólfinu líka. Sópu upp. Hvað kan Lexi gera þarna? Æ, Lexi klikkar á gjöfinni. Ekki sáttur. Ekki sáttur þarna. Staðan 20-19. Og HK í uppgjöf. Lúli, sjá hvað hann gerir. Já, Stefán tekur vel við þessum. Spila með svo, nei. Sigþór ítir þessu niður en Arnar gerir þetta vel, virkilega vel. Og já, þetta var virkilega vel gert hjá honum Bjarka sem var að koma inn á. Gerði þetta mjög vel. Já, og hérna mitt í 20-20, þetta alltaf áfram að vera ástæðumisetta. Maður held að K.A. væri kannski að ná yfirhöndunni, en það var ekki. Og Lúli í uppgjöf. Það var þar að taka góða móttöku. Stefán tekur vel á móti þessu. Já, Matteo. Já. Virkilega vel gert hjá Matteo. Já, svo ekki gleyma því að HK-lið þeir verða helst að vinna báða leikinu helgina til þess að halda spennu í toppbaráttunni. Já. Það er eiginlega meira undir af þeim heldur en K.A. Já. Og þetta er allavega ekki búin að gefast upp. Það er alveg á hreinu. Nei. Það sást greinilega þarna. Var smassaði þessu. Gerði þetta vel. Og fer svo í uppgjöfina. Hvað hann gerir. Fínasta uppgjöf en vel góð móttöku Arnari. Bilal Mason. Já, hann er ekki að setja niður. HK verður svo vel. Spurning hvað hann á verðast þarna. Og þetta er bara blokk út. Já. Blokk út. Já, gestirnir skyndilega komnir yfir. Já, fyrsta skipti í langa tíma held ég. Já, allavega einhver tíma. Já. En þá er þetta í uppgjöf. Sigþór með fína móttöku. Fær hann aftur líklegast. Já, fast mass. Já. Anna Mason í smávesenni. Eru gestirnir að klára þetta? Spurning, það er spurning. Filip svona, þessi, aðeins niðurlútur að sjá. Það HK búið að skora nokkuð stig í röð núna. Já, það kemur Matteo. Já, Arnar gerir þetta vel. Færa stigi. Það er allt vittlust á vellinum. Já. Filip heimta spjald. Já. Í fótbolta er þetta spjald á leipan ef þú heimta spjald. Nákvæmlega. Og staðan 22-23. Þetta var alveg lífsnauðslega stig fyrir K.A. Já. Og já, sjáum hvað gerist. Sigþór með lausa uppgjöf. K.A. tekur vel á móti. Nei, þarna.
Já, þetta bara vel gert hjá þeim. Vel gert hjá Benedikt. Og 24-22. Það er erfitt fyrir K.O. að koma tilbaka í þessu. Mjög erfitt. Það virðist á svona líkans tjáningum K.A.-liðsins núna, menn eru svona hálf andlausir. Já, sammála því. Sammála því. Það var rífið upp, taka móttöku og þurfa. Háká getur svo sem klárað þetta núna, þessar hinnu. Sjáum hvað gerist. Alveg á mörkunum að stíga línu að mér sýndist. Já. Þessi er hins vegar bara úti. Háká er komið í risa stöðu í þessum leik. Já. Allavega konum með stig. Já. Staðan 2-1. Nú er bara fyrir K.A.-menn að sína úr hverju þeir eru gerðir. Það er ekkert flóknara heldur en það. Það er bara að taka á því. Arnar reynir að stappa stálinn í sínum menn. Já. Sama K.A.-stelpunar, þær fara að gera sig klára í leikjuna eftir. Við svo sem erum að vonast eftir þá allavega 5 hrinum úr því sem komið er. Já, alveg klárlega. Og þá myndum við líka fá smá tíma til að anda, þá vantilega frestu við aðeins kvennaleggnum. Já, ég held að sé alltaf einhver lágmarks hálftíma bolta uppbytun. Þannig að hann byrja þá ekkert fyrir en fyrsta lagi hálftíma eftir að kallaleiknum lýkur. Já. En þetta er svona búið að áhuga leikur, þannig að allar hrifnabúðarnar spilast mjög svipaðar. Já. Svona álíka mikið að smössum á hvorum liðum og mistökin álík líka. Og hvað, munur er aldrei meira en 2-3 stig? Nei, það er bara þannig. Og svona eins og segi, þetta var maður svona hélt að K.A. væri komið með þetta, voru held ég í 2018 og þetta leit svona ágætt út í K.A. en þá náði HK hörku áhlaupi og skoraði einhver 4 stig í röð, þá þetta er fljótt að breytast. Já. Þannig að það er lítið svigrúm til að gera einhver mistök í þessu. Liðin eru bara það góð og þau nýta sér það ef að móttakan er ekki í lagi eða sóknin fyrir eitthvað aðeins að hugsta. Já. Þannig að það er bara þannig, en það er að segja, þetta snýst ekki um það að vera hvort maður sé sleginn yfir, þetta snýst um að hvernig maður stendur upp aftur og K.A. þarf bara að sína það núna. Við köllum svolítið eftir því hérna. Já, eins og mér var svona hálf skrítið að sjá þetta undir lok síðustu hrinu, hvað K.A.-liðið svona einhvern veginn virtist svona einhvern veginn, það var svona andlega að gefast upp. Það er alltaf möguleiki í blaki, það er bara þannig. Já, svona ég segi, mótlaði ekki fóru aðeins í taugarnar á þeim og svona, þannig að þeir þurfa karakterinn að rífa sig upp. Þeir vonandi sína okkur hann núna bara. Já. Það er allan að duga að drepast fyrir þá. Allavega fá stig út úr leiknum. HK er búið að tryggja það allavega að fá allavega 1 stig út úr þessu. Já. K.A. getur svarað því í þessari hinu. Man ekki hvernig staðan í deildinni var fyrir þetta. Svo við viljum bara fá hana bara upp. Áum hann á skjáinn. Það er hérna, svo að K.A. er 10 stigum fyrir ofan HK og HK á 2 leiki til góða. Já. Þannig að segjum svo að HK vinni þá 2 og það sé rauninni 4 stig sem muni á þeim. Skiptir allavega öllu að tapa allavega ekki leiknum 3-1. Nei, algjörlega. Að fá 3-2 skiptir meira máli. Það er svona, það er svolítið skrítið svo sem í kannski blaki eins og stundum að fá samt stig þó að tapir en það er svo sem ekki held ég margar íþróttir sem að það gerist sko. Nei, en ég er að segja að það er mjög skemmtilega og góð regla að lið gefast ekki bara hreinlega upp. Þú getur alltaf allavega fengið eitthvað út úr leik. Já, algjörlega. Þetta gerir það verkum, eins og ég segi. Og við þurfum bara að sjá hvað gerist núna í þessari hinu. Gríðarlega mikilvæg hérna fyrir K.A. að fá ná að landa henni. Hins vegar ég er mjög hrifinn af móttökunni hjá HK, hún er búin að vera mjög góð. Hún er búin að vera að spila gríðarlega vel hann Arnar Birkir, finnst mér. Bara í, bæði í lágvörn og móttöku. Þannig að ég held svona að K.A. ætti að reyna að forast ekki að mikið á hann allavega. Sjá hvað Filip hefur lagt upp, hann verður allan uppgjöf. Já. Og þarna
Byrja á fínir ávörð, Káa, Matteo slar þennan, Arnar gerir þetta vel. Þetta á, já, þetta fer bara líkast á milli og Benni með gott smass. Háká tekur þetta stig. Benni í uppgjöf. Sigþór með fína móttöku þarna og Stefano. Þessi bara úti. Stefano ekki alveg sattur. En eins og segi, það þurfa bara að rífa sig upp. Matteo að hvetja menn áfram. Benni í uppgjöf. Arnar, fínasta móttaka. Matteo fær þennan líkast. Já, og þessi bara blokk út. Já. Fyrst til Káa í hreinunni. Já, hvað gerist? Stefano í uppgjöf. Nátt kast, en fínasta uppgjöf. Góð móttaka hjá Háká. Ísmael tekur þennan, Filip spilar upp. Matteo og já. Vel gert. Virkilega vel gert þarna. Stefano náði fínu uppgjöf og Háká náði ekki sinni bestu sókn. Og þá svarar bara Káa með góðri sókn á móti. Nákvæmlega. Stefano áfram í uppgjöf. Þessi inni. Þarna og við þykjum hann. Já, algjörlega. Uppgjafnar hjá Stefano búin að vera gjörsamlega bara að halda Káa lífi í þessum leik. Já, sammála. Það bara mjög öflugur þannig sem getur skorað mikið en Háká er að ná hans. Slakkari sóknir ef ekki. Káa náði þessum 3 stigum hann í röð og Háká fær þetta stig. Já. 3-3. Eins og við sögðum, við sættum okkur við 1 og 1 svona inn á milli meðan uppgjafnar er að koma inn í vandræði. Algjörlega. Þannig fínasta móttaka þarna. Sigþór, slær þennan, vel fram hjá blokkinni, 1 í blokk. Og virkilega vel gert. Fínt uppspil hjá Filip. 4-3. Og Lexi í uppgjöf. Lexi í uppgjöf, Alexander. Nei. Svona. Já. Ósattu við sjálf þessi þarna. Já. Áfram vildu Káa að gera aðeins meiri mistök heldur en Háká. Já, í þessum einföldu hlutum. Hanna, já. Arnar með fína móttöku. Hanna. Já. Sigþór ætlaði að setja þennan niður en það var bara allt og langt frá. Netunni þess. Staðan 5-4 eða ekki? Jú, 5-4. Háká búinn að skora 2 í röð núna. Kemur Sigþór aftur eftir að hafa lamið fast í bekkinn. Já. Fengi hérna einhver útrás við það. Já. Þannig að þeir eru að pirra sig svolítið núna Káamenn á hlutunum. Já. Arnar ekki alveg með móttökuna þarna. Þessi vísveri. Og engin snerting. Nei. Ekki meina það allavega dómararnir. Sáum að Matteo vildi meina að vera snerting en... Já. Ég sá það allan, ég sá það ekki hérna. Nei, ég allavega heyrði heldur ekki neitt þannig að... Nei. Bara reiknum með að þetta hafi verið rétt. Káa þarf að stoppa núna. Fá góða móttöku. Nei. Þetta er bara dauðafæri. Já. Móttökan ekki alveg. Þá er þetta. Bolti verið yfir og Filip í afturlínu líka þannig að hann má að gera svona hopp upp í blokk á móti. Þannig að það var það. Og gerir það. Hákomannum auðvöld fyrir að klára staðan 7-4. Káa þarf lífsnauðsynlega að stoppa núna. Þannig að Stefán tekur vel á móti þessu. Skilja á Sigþór. Já. Sigþór skilja þessu. Já. Fór hérna af hávörninni og í dómarastólinn. Já. Staðan 5-7. Sjá hvað Matteo gerir núna. Já, fín uppgjöf þarna. Háká gerir vel.
Hanna, já. Flott hávörð að káaliðinu. Lágu þarna ennþá tveir aftur í vörðinni. Já. Benedikt, hann er spurning hvort hann hefur eitthvað meitt sig. Honum ekki. Já, allavega. Heldur hans hendina en harka þetta af sér að mér sýnist. Já. Það er ekki gott að spila mikið blag með slæmir úliðinum. Nei, bara heila gengur ekki. Sjá hvað Matteo gerir. Já. Og já, þarna eru KM mættir. Þarna og þeir svöruðu kallinu. Já. Úr 7-4 í 7-7. Nákvæmlega. Ég fatt ekki annað hvernig þessi uppgjöf hjá Matteo fór yfir. Nei. Það fór mjög neðarlega í mjög snerist einhvern veginn held ég. Það var, við þykjum það allavega. Aftur. Já, góð uppgjöf, NSI. Já, fer í stólinn, fer í dómarastólinn. Já, það er lengi að dæma. Já, fór í dómarastólinn, algjörlega, það má víst ekki. Þannig að það má ekki fara í einhverju utanaðkomandi hluti. Og Marino hafi örugglega reynt að færa sig en dómarastólinn, það er erfiðar að færa hann allavega. Já. Og Matteo aftur, K búinn að skora 4 í röð. Og hanna, þessi er ekki uppi, nei, er haldið svo lífi, HK. Hanna kemur þetta og hvað gerir Filip þarna? Spilar á Sigþór en hann er blokkaður. Frábær hávörð. Af þetta. Vel blokkað þarna eftir að hafa skorað 4 stig í röð. En komið sér inn í leikinn aftur eftir að hafa verið 7-4 undir. Ástæðan á 8-8. Já, það er hrikalega vel gert Theodor hvernig hann las smassið þarna og átti ekki vandræði með að koma þessu niður. Nei, vel blokkað hjá honum. Og þessi er, en uppgjöfin hjá honum ekki á samanskapi, í sama gæðaflokki og blokkinn. Já. Þannig að, í mitt neti bara. Sigþór kominn í uppgjöf. Já. Þessi bara fer í neti, já. Fer í netið. Slegið hann í gegnum netið sýndist mér. Og Sigþór aftur í uppgjöf, staðan 10-8. Gáðan búinn að skora hansi mörg stig í röð núna, breyta stöðun úr 7-4 í 10-8. Já, það er mjög góð sveifla. Mjög góð sveifla og þessi er inni, já. Smá vandræðan í HK, 3 í blokk. Sigþór tekur mótið þessum. Já, Matteo skilja þessum. Já, vel gert hjá Káa. Vel gert hjá Matteo. Við sáum að það voru konið 3 í blokkina út í kantinn og þannig að það var erfitt fyrir HK að skora fast úr því. Já. Staðan 11-8. En sjáðu hvað þetta er flott að gera þess að Káa-liðinu leið á við mingum mistökin og eru bara að spila svona þokkalega þá jinxaði þetta. Talandi mistökin, já, nákvæmlega. Já, þá er þetta fljótt að gerast. Það er svona 16. uppgjöf Káa sem að misheppnast. Já, það er bara mikið. Það er allt of mikið. Sérstaklega ég segi það er í raun og veru bara 2 leikmenn að taka fastar uppgjöfir og fyrirgefum þær, þau klúður, þau mistök, en hitt má ekki. Og HK svo sem skilar þessu saman tilbaka, þannig að nullar þetta út. Þeirra 11. uppgjöf sem var misfest. Já. HK Mason gerir þarna í uppgjöf. Já, þetta var eins og ás hjá honum. Festist boltinn upp í netinu. Já. En Jón Ólafur er með 5 bolta til taks, þannig að 3 eru alltaf inn á, þannig að við eigum 2 varabolta. Þannig að við höfum ekki áhyggjur af því. Já, hann er líka lítið mál að sækja boltan. Algjörlega. Staðan þá 13-9 og Marsimo ákveður að taka leikli. Svo sem ekki eitthvað sem að maður reiknaði með að myndi gera. Nei, það færi sem því að Káa er búinn að skora núna 9 stig gegn 2. Já. Og það er mjög eðlilegt að höggva þann hnút. Allan að þeir reynið það, já. Og þetta sé, við erum alveg til í það að Káa bara stingja þess af núna. Allan við þykjum það hérna, en já, og reynir bara lífsnauðsynlegt að allavega klára þessa hreinu og allavega mjög sterkt andlega að gera það samfærandi. Já, sammála því.
En já, vil líka allir fá Oddahreinuna, er það ekki alltaf bara sigur fyrir Blakið? Ég held að spennandi Oddahreyna og ekki það ég segi, þessi leikur hefur verið spennandi frá upphafi, þannig að það er ekkert að vera ekki að fara að breytast. Það kom Mason gerir, skilja þessi yfir, já, þarna Filip Lexi ákveðrast, já, ok, blokkin á þetta, já, Filip spilaði þessu upp á kantinn á Stefano, já, þetta var, ég segi pínu skrítið flak en við héldum að Lexi myndi negla niður hann. Já, sammála því. Ákvaðan að senda Filip og fá hann aftur. En þá var þess HK vel en KM náði að nýta sér þetta. Þetta sjáðu Filip að segja Lexa bara smassa þessu. Já. Mason, já, hörku góð uppgjöf Mason. HK í vandræðum og þar lendur koma boltanum yfir og gefa KM sjans á að sækja af Stefano eins og já. Þetta er bara svolítið. Já, ég sé líka Filip farin að brosa þannig að það er svona merkjum það að hún líði ágætlega inn á vellinum. Já. Og þá svona yfirleitt ganga hlutinni líka betur í honum þó að þetta uppspil hafi verið leiðilega nálægt netinu. Og HK í uppgjöf. Sigþór tekur á móti, Filip spilar á Lexa, þennan, já. Og aftur negl hann, já. Þarna. Þetta var eins og frábær vörn hjá Ísmar. Já. En það er svo sem aðeins líka að gantast við hann. Síðan hann gefa hann svona gott merki að hrósa honum fyrir smassið. Nei, ég veit það ekki. Já. Svona smá sálfræðstríð í gangi inn á vellinu líka. Já, aðeins að nutta þessu. Já. Sko, Filip þarna. Já, fara með þetta. Filip getur líka alveg smassað. Já. Hann er ekki alveg að nýta þessa núna. Sjáum hvað gerist núna. Þessi brúti eins og það. Já. Benni. Það er alltaf svolítið gaman að sjá þegar menn lenda í svona, hvað við segja, veitum ekki hvað það kallast endilega á blackmáli, þegar menn svona lendi í því að íta boltanum og báðir inn að íta og þetta er alltaf svona skemmtilegt. Það er bara svona, já, miklu spurningum bara fingrastyrk. Já, algjörlega. En ég segi, Filip er búinn að vera með óvenju margar uppgjafir í leiknum. Þarna bætist einn við honum. Já. Stand 15-12. Og KM vilja svona svolítið reyna að halda þessu í 3-4 stigum. Þeim líður örugglega betur með það. Sjá hvað Stefano tekur vel á móti þessu. Fær síðan boltan aftur. Skora hérna. Skora virkilega vel. En já, það er líka erfitt andlega að vera elda allan tíman. Já, svona mikið, eins og ég, að þú veist það að liðin eru sterk sóknarlega. Þannig að sjá hvað Stefano gerir með jump, uppgjöf. Náttúrulega, þannig að þessi uppkasti var ekki alveg eins og hann vildi örugglega. Fór alveg á milli handana þannig á Sigþóri. Og Ísmar gerði þetta vel. Já, þetta skiptinguna sem þeir hafa gert nokkur sinnum. Ísmar út. En það er spurning hvort að gestirnir kannski vilja græða því að þeir eru svona að dreifa álaginu meira þeir eru að spila fleiri mönnum. Já, það geti skipt máli. Hjörvar kemur inn núna, nei Hermann segi ég, og svo er hann Bjarki búinn að spila þessa hrinnu. Þannig að það gæti kannski skipt máli. En þetta eru hins vegar, sko, Filip gerir þetta vel. Spila þarna á Matteo. Ég veit ekki kalla tvíslag og eitthvað. Þannig að, en það hafi ekki verið ekki með við línu sem er búið að leggja, þannig að en Hermann er áfram í uppgjöf. Sjá hvað hann gerir. HK er aðeins að saxa á þetta núna. Hvað hann gerir, fín uppgjöf á honum. Arnar tekur vel á móti eins og var. Alexi, hann gerir þetta vel. Fer í hausinn á Kristoffer. Og hann bara fer síðan í uppgjöf. Og Arnar kemur inn í líbarostöðuna hjá HK. Og hvað Alexi gerir þarna. Fín uppgjöf hjá honum, Benedikt gerir vel eins og þar. Laumar.
gáttu kannski lesið þetta aðeins betur. Þetta sá svolítið greinilega því að mann fannst. Spilari frammi. Þegar Lúlli fær svona bolta þá setur hann þá yfirleitt niður og gerir það vel. Sjáum. Nú er hann ekki Stefán tekur vel á móti þessu. Mason og skilar þessu vel. Filip og Mason spila vel saman hana. Hana 18-15. Já, virkilega vel gert hjá Mason. Og Káli svona virðist að standa þetta áhlaup af sér. já, sammála því. Matteo. Já. Bara uppgjöf, vel gert. Góður ásanna hjá Matteo. Munurinn aftur 4 stig. Já, segir mann fast Hákonsson aðeins verið að nálgast á en Káa virðist vera að standa þetta að sér. Já, Marsimo tekur leikli. Kemur svo sem ekki óvart. Kemur ekki óvart í stöðunni. Í stöðunni 19-15. Og þessi, það er ýmislegt sem bendir til þess að við séum að fara í 5. rununa. Þó að Borgi sé nú aldrei að fagna og snemma. Nei, en það er samt sammála því að Káali hefur haft svona yfirhöndina í þessari hrinu. Já, alveg og við náðu þægilegu fórskoti sem er að hafa svona náð að halda. Þannig að þessi, það getur allt gerst í blaki. Við sáum það, Káa var svo sem yfir áðan líka 2018 og skoraði HK 4 stig í röð, ef ég man þetta rétt. Já. En svo líka svona aðalega gerst í þessari hrinu að HK hefur verið að skora minna úr mössum sjálfur. Þetta hefur aðalega verið mistökjunum Káa sem hefur verið að gefa þeim stig og já, það munar minna. Það munar minna, sammála því. Já, Matteo. Já. Og þessi er ekki slepp til. Eins og ef við hefum verið að spila í HK-heimilinu þá hefði það klárlega verið í. Já. En touch eða hvað? Nei, þetta er maður ekki. Ok. HK voru heppnir hérna, við vorum ekki á þeirra heimavelli. Þá hefði þessi bolti fallið Káamönnum í vil. Það hús er leiðinlega lágt að spila í. Þó það sé löglegt, þá eru svona boltar, þeir fara allir upp í loftið. Já. Matteo. Já. Einhver var í netinu sýndist mér hana. Já. Káa er ennþá með þetta. Spilar aftur, Matteo. Og fram með þetta. Nei, já, áfram. Áfram. Ok. Líkast var þetta bara á netinu. Já. Ég held að það sé rétt. Já. Við töluðum þetta, hvað segirðu? HK hafði skorað 4 stig í röð áðan, nú erum við búin að skora 2. Sjáum. Þetta er svona smá vandræðum hérna, móttökunni. Nei, hlutu nú. Mók, það ekki. Nei, ég held að það er bara dæmt örgulega 4, ég er ekki vissum að þetta hafi farið neitt í blokkina. Nú þarf Káa algjörlega að taka góða móttöku og ná þessu stigi. Það er bara þannig. Arnar í vandræðum. Já. Já, þeir eru bara skyndilega búin að jafna þetta. Búin að skora hann af 4 stig. Filip ekki alveg nógu sáttur. Og þetta var ásvað ekki? Jú, eða svona alltaf því allavega. Já, svona gefa þeim ásað. Gefum hún það. Já. Ekki einhver Filip eitthvað að spjalla hana. Já. Og byrju nú. Já. Hvort er að Káa tekur alltaf hana leikli, enda HK búið að skora 4 stig í röð og það komið svona aðeins annar hljóð í mannskapinn, finnst mér. En þessi, það er bara einleið til að svara því. Það er bara að gera það inn á vellinum. Já, sammála því, eins og segi, Káa-liðið má ekki tapa þessari hreinu. Þá var leikurinn búinn og HK búið að ná ansi mikilvægum 3 stigum þá í deildinni. Já. Káa þarf að ná móttökunni aftur, hún hefur svona aðeins klikkað núna í síðustu á 2-3 móttökur, bara gríðarlega mikilvægt að ná henni upp, þá skoraði Káa, ég er alveg samfærður það. En eins og það má ekki taka þetta, hann er með svona nokkuð öflugar flottugjafir,
þó sé ekki fastar, þá svona, getur verið smá hreyfing á boltanum, sjáum hvað gerist núna, sendir hann á Stefano, fín móttaka þarna, Sigþór slær þennan, mikilvægt stig. Gríðarlega mikilvægt stig hjá honum, mjög svo, þetta var ekkert fast en vel slegið. Já, og Heggur náttúrulega á hnútinn hérna, það var orðið erfitt að fá hann 4 stig í röð á sig. Já. Á þessum tímapunkti líka. Algjörlega. Lítið eftir. Og sjáum hvað setur, Sigþór, þennan, fín uppgjöf, góð móttaka eins og HK. Sigþór gerir þetta vel, Stefano áskilur hennum, Matteo slær þennan, laust, já, HK spilar þetta á Benedikt, já, þetta bara dæmt í að sjá, ég veit ekki hvað reist ráðstefn hana. Dæmir HK stigið. Já. Spurning hvort það hafi farið í antennuna. Þetta getur verið erfitt að sjá það. Já. Veit ekki hvort að Valli hafi ekki séð allavega en menn dæma bara það sem þið sjá. Það ekkert flóknara heldur en það. Já, algjörlega. Og eins og við höfum ekki varið hérna, þannig að dómararnir geta ekki hlaupið til okkar að sjá það í endursýningu, þannig að við þurfum að bæta úr því. Við bætum úr því kannski mögulega. Staðan 20-20 og það er leikmaður nummer 17 hjá HK sem fer í uppgjöf. Sem nýkominn inn á Valens Thor. Valens Thor, já. Langur, allt og langur. Spurning hvort að hálskeiðan, ég hef nú svona með hálskeiðan hálsinn, það er eitthvað sem að ég held að væri allan að bannað í sumum íþróttum. Hættulegt að vera með svona keðjur hálsinn og eitthvað. Þannig að ég þekki ekki alveg nógu vel í blækinu. Nei. Ég held allan að sé ekki sniðugt að vera með svoleiðis, maður geta flækt í þessu og alls konar. En allavega látum það liggja milli hluta og sjáum hvað Mason gerir. Fín ekki honum. Já. Misla senna bolta hér. Ég veit ekki hvað er að fara fram á þarna HK. Nei, þetta var bara misskilningur, var þetta ekki Benedikt Baldur sem að misla senna bolta? Já, bara í netinu. Og Mason aftur í uppgjöf. Já, þeir búin að ná 2 stiga fórustu, sjáum hvort þeir ná í 3. stiginu í röð. Við myndum þykja það hérna, við KM-menn. Á fínu uppgjöf, Mason. Sjáum hvað þeir gera hérna. Á voru þeir upp, þarna voru þeir svolítið óhefnir. Lengi átta sig. Á hvert bolli hvernig hann var að snúast, en þeir bara hlæja þessu. Já. Þannig að það er að gera að hafa bara gaman að þessu. Algjörlega. KA líka ennþá með yfirröndina. Já. Það er rosalega svekkjandi ef við myndum ekki vinna þessa hrinu eftir að hafa leitt allan tíman. Já. Sjáum hvað gerir, já. Auðvitað ekki að ráða við hérna, Matteo, stær hennan. Já. Þetta var fast. Þetta var virkilega fast og virkilega vel spilað. Það er þó að hrósa Massimo fyrir mjög góða móttöku þarna löppinni. Hann er ekki að spila að þessu sinni. Nei, nákvæmlega. En góður plakkari held ég, enga síður. Alveg sem það, Massimo Krakker Filip. Hann með fínu uppgjöf. HK í vandræðum. Og þeir skilja svo auðvitað yfir. Og það er spurning hvað það spila aftur hann á Matteo. Já. Hanna 24-21 og KA komið aftur í þessi 4. stiga fórustu sem ég veit. Já, 3 stiga fórustu. Það er víst. Varðu kannski 4 eftir þessa. Eftir þetta stiga Filip. Mögulega. Þú sást þarna aðeins inn í framtíðina. Kannski. Hvað Filip gerir núna. Fín uppgjöf. Þetta tekur á móti Ísmar. Sigþór hindi bara Arnar þarna. Þetta er maður bara touch. Og ég held að það sé alveg hárrétt hjá henni vegna þess að ef það hefði ekki verið þannig þá hefðu líklegast HK-menn látið aðeins meira í sér heyra. Þannig að ég held að þetta hafi bara verið algjörlega rétt. Já, og okkur var það óskakar. Oddar hérna. KA búið að allavega jafna stigið. Já, þeir fá allan 1 stig úr þessu og það er
mikilvægt, við þiggjum það. Nú bara spurning hvort liðið það 2 stig út úr þessum leik. Já, það kallar fyrirliðana til Marino, kallar fyrirliðana Mason og hann Lula. Lula fær kannilega að velja og spyr hann Massimo hvað hann vilji láta velja. En eins og við sögðum á hann þá eiginlega meira undir fyrir HK í þessum leik. Það skiptir eiginlega meira máli fyrir þá að fá þetta stig sem í húfi í þessar Odda-hreinu. Munurinn 10 stig á liðunum í deildinni, en HK á 2 leiki til góða eins og við höfum nefnt þessari útsendingu. Við erum konir aftur í síðustu hreinuna. KA-menn eru greinilega tilbúinir. Já, vonandi að geta nýtt sem meðbyrinn frá síðustu hreinu. Það var margt mjög gott í þessari 4. hreinu á KA-liðinu. Já, við þykjum það. Við sjáum tölfræðina úr þessari hreinu. KA skorar 12 stig úr smössum gegn aðeins 5 hjá HK. Já. Það var aðeins dregið úr sóknarleik HK þegar alltaf sérstaklega í þessari síðustu hreinu með við hvernig þetta var í uppáði. Já, ég held að það sé bara þannig og vonandi bara fyrir KA-menn að sóknin haldi þannig áfram. Og þannig við lofum spennandi leik og ég held að það sé akkurat það sem við komum til með að fá, eða við erum allan búin að fá það. Já, og ég held að það sé ekkert annað í spilunum heldur en að það haldi áfram. Já. En það líka ljóst að kvennaleikurinn, hann byrjar ekki klukkan 3. Hann verður eitthvað seinna. Hann verður eitthvað seinna. Sjáum að stelpunnar eru byrjaðar að hitta upp hérna á svölunum hérna. Ofan íþróttasalinn. Ætla maður ekki reikna með að hann byrji bara upp úr 3:30. Jú. Það svona líklegt. Það sé ekki eitthvað rúmlega 3:30. Já, klukkan núna, hvað núna? Hún 2:03. 2:03. Og við áttar hennar eftir. Hún verður ekki mjög spennandi eins og leikur til þessa. Þannig að við erum að tala í raun og veru 2,5 tími sem þessi leikur hefur tekið. Allavega góður 2 tíma sem hann endar sjálfsagt í Já. Það svona líka í lengra laginu með íþróttaleiki. Já, algjörlega. Þetta er ekki bara tennis sem getur farið svo. Já, sem getur tekið marga daga með þessa. Kannski ameríski fótbolti líka hann er kannski aðeins öðruvísi. Með auglýsingaljón. Með auglýsingaljón. Við erum minna í því KA-tíð. Við erum minna í því. Kemur kannski að því. Já. Þetta áhorfið gott, þannig að það getur verið góð auglýsingaleið fyrir fyrirtæki. Hint. Algjörlega. Netfangið á mér august@ka.is. Sendið bara fyrirtæki. Við ætlum fyrirtæki að senda. Við tökum vel á móti auglýsendum. Og ég held að það búið að vera mikil aukning á áhorfi. Við sjáum það kannski alveg núna hvað margir horfa, en það eru mjög margir sem að eru að horfa og svo mörg áhorf sem að þessi leikir eru að fá á YouTube eftir á, þannig að þetta fólk hefur gaman að svo og ég held að við séum allavega bara hrós frá mér til KA-TV hvað þeir eru að gera góða hluti og vandast úr útsendingar. Já, það er bara gaman aðeins og auðvitað líka ýtir það undir bara meiri áhuga á starfinu að þessi auðvelt að fylgjast með. Algjörlega. Það sáu það þegar KA var Íslandsmeistari í fyrra, þá var held ég 500 manns í KA-milinu sem er mjög mikið blakleik á Íslandi. Algjörlega, sjá hvað þetta komast að núna. Matteo tekur fyrsta stigið. Það fagnar þessu vel og innilega KA-menn. Af því að þessi náttúrulega styttri hérna, öllu jafnan, 8 hérna bara upp í 15. Þannig að það er mikilvægt að byrja vel, það getur verið erfitt að koma tilbaka og lendur undir. Þarna Stefano, fín móttaka þarna hjá HK, Ísmar, þarna, ágætis blokki á KA, en fjall ekki fyrir þeim og Ísmar fer í uppgjöf. Já, ánægði með baráttuna í Arnari að kasta sér á þetta. Það reyna, algjörlega. Arnar mjög skemmtilegu karakter, formaður Blæddeildar, ekki þess að vera lykilmaður í liðinu. Algjörlega. Ísmar, hann hefur verið í smá vandræði svona, með ekki að vera inn á milli. Og
sé þriðja, fjórða hans í leiknum. En sjáum hvað Lexi gerir, staðan 2-1 fyrir Káa. Já, hann tók vel á því í uppgjöfinni. Og þetta. Og Kristoffer sett hann í mittnetið, svo sem ágætis uppspil sem að vekkaði því mér fannst. En enda bara bendir hann á sjálfa sig og segir, tekur þetta á sig. Kannski vera mislast bara hversu hátt hann var í loftinu. Það ekki. Sjáum hvort að Lexi takki aftur vel á því í uppgjöfinni. Já, gerði það. Tókst ekki þessu sinni. Hann slær boltan hátt, er náttúrulega mjög hávaxinn, hann er að reyna að setja hann bara flatt niður og yfir. Já. En sjáum hvað Lúli gerir. Staðan 3-2. Já. Þetta þessu. Mason gerir vel að koma yfir hana. En já, frábær hávörð. Hörkublokk. Hörkublokk. Já. En það er kannski eiginlega svolítið gaman að segja frá því að það hafa allar hrinurnar unnist þar sem Káa er að spila núna, sko. Já. Ekki rétt mér? Jú, ég held að það sé bara þannig og spurning hvort það sé einhver meðbyrði í húsinu þarna. Þannig að þessi er úti, já. Og það getur verið slæmt fyrir Káa að skipta í 8, að vera þarna megin, enda hinum megin, sko. Sjáum hvað setur. Já, það er óbæðilega eitthvað til í þessu hjá þér að allavega í handboltanum þá hita okkar lið allavega yfir þarna megin á vellinum. Já. Þarna Matteó, gerir þetta rosalega vel. Úr erfiðri stöðu. Móttaka var ekki alveg svo vildum hana. Filip skilaði þessu þokkalega. En Matteó gerði gríðarlega vel. Já, mér finnst Matteó var að stíga upp núna í þessu áttarhinnu. Sammála því. Það er að skora hérna mjög öflug og góð stig. Já. Lykileikmaður, klárlega. Sigþór tekur þennan, Hákon tekur á móti. Já. Þessi er inni. Vel slegið þarna, það var svo sem engin blokk. Þá maður reiknuðu með að hann kæmi líklegast vinstara megin séð frá uppspilaranum. En það var ekki. Og Kristoffer fyrir í uppgjöf, stöðan 5-4. Þetta er allt í járnum. Þannig að Stefano tekur vel á móti þessu. Mason spila, já, Matteó fær þennan. Já, geggjulauma. Frábær. Hann er sjóðandi heitur og Filip veit það og er að senda mikið af boltum á honum eðlilega. Já. En það er sjóðandi heitur. Það sá ekki að hann stökk hátt og hafði mikinn tíma í að lesa hvað er best að gera í þessum aðstæðum. Já. Og valdi rétt. Það er ekki nóg með þessi strákar séu hávaxnir, þá eru þeir að stökkva gríðarlágt. En það er að æfa vel. Og eru bara í hörkuformi, en þessi er úti á Mason. Já. Óopinn hana. Já. Mason óopinn hana. Kom það hvað 20 uppgjafir Káa í leiknum sem hafa missast. Já. Það var 3 í þessari áttarhinnu. Já, það er á mikið. Af 5 stigum. Já. Það sem þú tekur vel á móti þessu. Lexi, já. Spilar rétti við netið og Lexi bara mættur og neglir honum. Þetta er sem við verðum að gerast núna í leiknum, að Káa er að skora miklu meira stigum úr sóknum. Úr sóttarleik. Já, það er algjörlega þannig. En það er svo mikið að misttökum í uppgjöfum. Við verðum vel að verða að fara svona að ná að fínpúsa þetta betur. Já. Og vera vel vandrað í allan vettur. Þetta er bara úti, já. Já, Ísmar, sjá. Og núna skiptum við vallarhelming. Staðan 8-5, Káa komið í allavega þægilegt forskot, en það er langur við frá því að þetta sé komið, en það er mikið eftir. Já, líka sveiflautar í svo leik hafa verið þannig að 3 stig eru fljótt að fara. Já, við sáum það bara í lokina síðustu hrínu, meðal annars. Já, þá var það 4 stig. Þá var það 4 stig, meiri segja. Þannig að sjá hvað Filip gerir. Leikmenn stilla sér upp, gera sér klára, allt klárt, rittaraborðið. Jón Ólafur gefur merki allt sé klárt. Filip tekur þennan, já, Arnar spilaði þessu vel og Arna, já, Káa hefur kjörið tækifæri til að negla þessu, já, og gera það. Vel gert, Matteó
skilja svo vel, hann konið framlínu og Marsimo tekur leikhlé. Skildi svo sem engan undra, staðan 9-5. Kávalið búið að vera tölvöld öflugreisar í oddarinu. Já, sammála því. Fyrir utan þess að uppgjafir þá hefur náttúrulega ekki HK skorað nema 2 stig í rauninni. Jó, það eru bæðið spönsum. Já, þannig að það lítur vel út í Káa, svo framlega sem það er halda uppgjöfunum inni og móttakan er í lagi, þá skora þeir stig úr sóknum. Ég held að það sé alveg á hreinu. Já. 9-5. Staðan 9-5. En ég held að HK menn séu langt frá því að vera búin að gefast upp. Nei, það er lengi að tapa. Það er lengi að tapa, það er bara þannig. Það minnum alltaf á eins og segi og eftir kemur kvennaleikurinn og svo á morgun mætast þessi lið aftur kl. 1. Já. Það verður örugglega jafn skemmtileg rima. Já, Arnar tekur vel á móti þessum. Já, Arnar gerir þarna virkilega vel hjá Arnarim á vörninni og þarna Penni. Já, þarna er barátta komin upp í Káa. Geggjuð lágvörn hjá Arnari sem skila sér í að HK þarf að taka aðra sókn og þá er hún blokkuð. Staðan 10-5 og Filip í uppgjöf. Já, gefur alltaf eins upp. Frábær blokk hérna hjá Lexa, Ísmar í smá vandræðum og HK er í vandræðum núna. Við sjáum líka að þegar hlutinni gangu upp hjá Káa og Filip finnur það, þá gerir hann nákvæmlega eins upp. Kemur nákvæmlega eins uppgjöf áðan Adna og Arnar, finnur það, þetta er að ganga vel. HK er í vandræðum. Já, og hvað gerir Sigþór? Nær hann yfir? Nei. Það var erfið bolti. HK er að höggva þess að nútinn, en spurning hvort að það sé bara orðið og seint. Já. 5 stig að munur. Sem aldrei að segja aldrei, en jó, staðan er vissulega mjög góð hjá Káa. Já, og það verður erfitt fyrir HK að koma tilbaka. Það verður erfitt, en sjáum hvað setur. Benni í uppgjöf fyrir HK. Já, fín mutu upp. Já, Sigþór í vandræðum þarna. Kannski stress, leita á puttunum, ég veit það ekki. Já, þetta er eitthvað svona típist dæmi að vera búin að hugsa og langt hvað hann ætlaði að gera áður en að tók við boltanum. Ég held að það sé bara nákvæmlega þannig. Já, búin að sjá smassið í hillingum örglega. Já. Benni aftur í uppgjöf, HK. Hann gerir þetta eins, eðlilega. Stefán, þessi er upp í loft. 12-7. 12-7. Já. Þetta er spennandi. Stefán í uppgjöf hefur verið mjög góður í dag í uppgjöfunum. Hanna og mjög flott uppgjöfunum. Hanna. Þessi er bara úti. Já, hárrétt. Ok. Það er ekkert aðeins yfir því, þannig að ég held að það hafi verið hálfrétt. 13-7 og það þarf mjög mikið að gerast til þess að HK koma tilbaka úr þessu held ég. En enga síður, 60 munur. Lítur vel út hjá Káa að þeir taki 2 stig úr þessum leik en HK 1. Það setur Káa í mjög góða stöðu í deildinni. Já, þá erum við komnir 11 stöðum fyrir ofan HK, þó að eins og segja HK á þess að 2 leikir til góða, en þá er þetta samt orðið stigi meira sem munar sem við geta minkað. Já. Þannig að við sjáum hvað setur. Já, og svo þess að segja þetta loka leikur inn á milli þessara liða á morgun. Það spilir 4. umferð í deildinni. Þannig að ef að Káa fær allavega stig út þeim leik, þá er Káa komið í svakalega stöðu upp á að klára deildina. Já, sammála því. Það er þá annað árið í röð. Já, Anna. Ísmar ekki búinn að gefast upp. Gerir þetta vel. Nei. Hann ætlar að fara í uppgjöfni sjálfur. Það er eitthvað að horfið svona á Marsimo og benda á hvort hann ætlaði að skipta. Marsimo sá hann bara að taka uppgjöfina, ekkert væl. Hann gerir það. Skilur svo Arnar og Lexi tekur þennan. Já, auðvöldu uppgjöf hjá Ísmar og þegar Filip fær boltan þarna upp við netbrún þá er auðvelt að skila þessu fyrir Lexa. Það er auðvitað að vera þessu fyrir HK. 1 stig eftir og ég held að við getum nánast farið að bóka sigur hjá Káa, en sjáum til Lexi.
Hann tekur jump á þetta, já. Stega á línuna held ég líka. Já, alltaf hennar. Mér sýndist þeir að það veri bara vandræði með að hlaupa undan þessu bolta. Það veri verri ef hann hefði fengið að nýsi Háka maðurinn. Ég sá ekki alveg hverja var endar en skiptir ekki öllu máli. 14-9 staðan og Lúli í uppgjöf fyrir Háka. Allan á varmennir og aðrir ekki búin að gefast upp. Nei! Arnar. Það bara var ekki viss, þannig að hann var ekki alveg ákveðinn í því hvort hann ætlaði að taka hann að sleppa hann. Gerði eiginlega þá bara hvorugt. Já. Það var kannski ekki að besta stöðunni, en kom með gamla góða að líta hendin á sér. Já. 14-12, sjáum hvað gerist þarna. Stefano, og þetta er einfalt. Inni. 14-11. Það gefast ekki upp. Káamenn eru að hleypa þeim að svo mikið inn í þetta. Káa tekur leiklið. Já, Mason tekur leiklið, 14-11. 3 stig í rauða gestunum, búin að koma sér aftur svona þokkalega inn í þetta. Já. En Káa þarf alltaf bara 1 stig til að gera út þennan leik. Það er nú, já, þetta er bara snýst að ná einni góðri móttöku núna og fá góða sókn. Það er bara, það kemur mér ekki á óvart að í þessari móttöku myndi Filip senda á Matteo. Ég myndi allavega, ég ætla að leggja undir að Matteo fái boltann í þessari sókn. Og framlega segja fá einhverja sókn þar að segja. Já, það klálega veist líka mér hvernig Matteo er búinn að vera í þessari oddarhraunni sérstaklega, þá myndi maður sjálfsögðu nýta sér það. Já, ég er sammála því. Filip er aftur, spila með Mason, Sigþór og Matteo frammi. Þannig að sjá hvað setur. Stefano tekur hennan á Filip. Nei, Mason sem að klára þetta. Ég hafði ekki rétt fyrir mig með það, en vel gert hjá Mason, fyrirliðinn og kannski bara vel við hæfi að hann hafi klárað þetta. Og Káamenn fagna þessu. Enda bara vel að sigurinn komið. Þetta var hörkuleikur. Já. Mjög skemmtilegur leikur og munurinn var svo sem aldrei mikill nema kannski bara í oddarhrauninu. Það var hann hvað mestur. Já, eins og segir svona, mér fannst það að draga aðeins af Háka-liðinu og Káa-liðið fór að spila aðeins svona öruggara blak þegar að leiða á leikinn og svona raunir kannski bara sanngjarnt sigur þegar maður svona lítur heilt yfir leikinn. En klárt mál að leikurinn á morgun verður svakalegur. Ég held að það verður bara að ég segi, það verður jafn spennandi leikur á morgun eins og hann var í dag held ég. Ég held að það sé alveg ljóst og við hvetjum að sjálfsögðu bara alla Akureyringa til að koma allavega í Káa-heimilið og horfa og þá sem eiga þá ekki gjaldgeymt að stilla á Káa TV. Það er sjálfsögðu, það er bara þannig. Minnum á að segja að það er kvennarleikurinn á Káa og Háka núna eftir cirka hálftíma. Það þarf fresta honum núna, klukkan þá er orðið rúmlega 3. Já. Og svo hann segi leikurinn aftur á morgun millir kallaliðana. Það er bara þessi einleikar á konunum. Já. En við bara, ég segi, hvetjum þá fólk til þess að hingra og horfa þá á kvennarleikinn. Það er sjálfsögðu. Og svo minnum við að þá Káa TV er að sína frá stefnumóti í fótboltanum akkurat núna, búið að vera fullu bæði í gær, dag og morgun, þannig að það er nóg efni frá Káa TV ef að ég get ekki beðið. Allt að gerast í stórveldinu Akureyri. Algjörlega. En já, við þakkum fyrir okkur í bili. Gera það. Takk. Bless. Bless.